Arna, geturðu tekið af þessu kvíðmæli fyrir mig? Geturðu tekið af þessu kvíðmæli fyrir mig? Er hljóði komið, heldur þú? Heldur það? Komið hljóð, ok. Góðan dag, þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar miðvikudaginn 21. janúar 2026 og hefst hann klukkan 16:00. Biðst þú afsökunar, það er hálfri mínútu of seint vegna þess að hér voru tæknilegir örðugleikar við útsendingu frá fundinum en við vonumst þess að það sé komið í lag. Mætt eru til fundarins sá sem hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, varaforseti bæjarstjórnar og D-lista, kona, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eimarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. En hún er ekki í dag og þess vegna er varabæjarfulltrúin Axel Sigurðsson frá A-lista sem situr hér fundinn þó að Álfheiðar hafi verið hér getið í frumgögnum. En því verður nú kippt í liðinn og Þórdís Sif Sigurðardóttir bæjarritari, hún sér að rita fundinn. Er einhverjar athugasemdir sem ég vildi fyrst nefna, einhverjar athugasemdir við útsend fundarboð? Ef svo er ekki þá lít ég á hana sem samþykkta og við göngum til dagskrár fundarins og það er fyrst á dagskrá fyrsta mál á dagskrá reglur stofnframlög, tillaga frá 155. fundi bæjarráðs liður 4, reglur stofnframlög, lögð fram drög að reglum stofnframlög fyrir sveitarfélagið Árborg. Bæjarráð samþykkir fyrir sitt leyti reglur stofnframlög og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar. Og hér eru svo fylgiskjöl þar að lútandi, en ég opna fyrir mælendaskrá. Einhverju sem vilja tjá sig, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hérna undir fyrsta lið sem eru reglur sveitarfélags Árborgar stofnframlög. Fyrir í haust kom fram tillaga í bæjarráði frá bæjarfulltrúa Örnu Ýr að sveitarfélagið setti sér reglur þetta stofnframlög. Bæjarráð tók bara vel í beiðnina, tillagan er góð og í framhaldinu voru tekin fyrir sem drög að stofnframlögum sem við erum hér með í dag og sem bæjarráð samþykkti og lagði til bæjarstjórn til samþykkja. Bara svona til að árétta þá eru komið nýtt gagn undir það sem átti eftir að taka eitt orð út úr drögunum frá bæjarráði. Meginefnum bara mjög gott að sveitarfélagið sé með reglur í rauninni hvernig við meðhöndlum umsóknir stofnframlög og hvaða markmið við setjum okkur og bæjarráð var sammála því að við myndum hafa inn undir markmiðunum að sveitarfélagið myndi horfa til þess á árunum 2026 til 2029 að lögð væri sérstök áhersla á stofnframlög til leigubústaða Árborgar með það að markmið endurnýja og fjölga íbúðum og með því að ná niður biðlistum fyrir félagslegt íbúðarhúsnæði á sveitarfélagið. Það er bara mjög gott og verðugt markmið sem við höfum að horfa til en að öðru leyti eru reglurnar nokkurn veginn til að skýra bara hvernig umgjörun hjá sveitarfélaginu til að meðhöndla beiðnir stofnframlög og hvernig við ætlum að vinna það á. Þannig að, eins og segi, bara góða reglur, vel unnið og legg til að við samþykkjum þær þannig að við getum haft þetta til hliðsjónar þegar unnið er núna áfram með stofnframlög. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá hefur Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista, óskar eftir að fá að taka til máls.
En það sem ég vildi sagt hafa hér í upphafi fundarins vegna tæknilegra örðuleika þá tafðist fundur hálfa mínútu. Þá ætlaði forseti að byrja á því að óska íbúum og bæjarstjórn og öðrum sem eru að fylgjast með okkur hér á þessu fundi gleðilegs árs. Þá það afgreitt mál. En Axel gjör svo. Takk fyrir þetta, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hér drög að reglum stofnframlög til almennra íbúða, mál sem snýr að sjálfum grunnunum í lífi fólks, það er húsnæðisöryggið. Fyrir okkur í Áhrifum Árborg þá er þetta spurning og tækifæri. Við getum ekki ætlast til þess að fólk undir tekjumörkum eða þeir sem standi höllum fæti í samfélaginu nái að nýta krafta sína til fulls ef að grunnurinn sem er heimilið er ótryggt. Þess vegna eru þrír punktar í þessu hérna sem ég vil fá að undirstrika. Fyrsta lagi þá er þessi skýru markmið sem koma hérna fram. Það er fagnaðarefni að setja sér sérstök áherslu árin 26-29 til að ná niður biðlistunum eftir félagslegu húsnæði. Biðlistunir er ekki bara tölur á blaði, þeir eru fólk í óvissu. Með því að efla leigubústaði Árborgar eru við að bregðast við raunverulegri neyð. Í öðru lagi þá er það ábyrgðin og fagmennskan. Við erum að leggja ríka áherslu á að þessar íbúðir séu hagkvæmar og reksturinn sjálfbær. Reglurnar að tryggja að umsækjendur þurfa að sýna fram á trausta viðskiptaáætlun, viðhaldsáætlanir og áhættumat. Þetta eru lykilatriði. Við eigum að fara vel með almannafé og tryggja að verkefni séu fagleg frá upphafi til enda. Í þriðja lagi þá er þetta hvatinn til uppbyggingar. Stofnframlögin, hvort sem þau eru í formi lóða eða niðurfellinga gjalda, eru mikilvægur hvati til að auka framboð á íbúðum á viðráðanlegu verði. Það snýst það að búa til umhverfi þar sem húsnæðiskosturinn er í samræmi við greiðslugetuna, svo fólk hafi svigrúm til að lifa lífinu en ekki bara borga húsnæðinu. Góðir félagar, þessar reglur eru mikilvægt tæki til að gera Árborg að samfélagi þar sem allir hafa tækifæri til að skjóta rótum. Með því að samþykkja þetta rammaverk verðum við að velja fyrirsjáanleika og ábyrgð í þágu íbúðanna. Ég styð þessa vegferð og hvet til þess að við fylgjum henni eftir að festu. Takk fyrir þetta. Axel, þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Segja gleðilegt ár eins og forseti okkar hóf fundinn. Ég fagna þessum reglum sem að erum við að leggja hér fram. Ég skal viðurkenna það, ég er ekki búin að lúslesa þær reglurnar en fagnaði mig engu að síður því að mér langar að benda á það að árið 2022, 2023 og 2024 þegar við erum að fara af stað inn í breytingu eða sérst í það að taka fjármál sveitarfélagsins í gegn eftir að það lá fyrir að við vorum að keyra okkur áfram að lánum eingöngu. Þá kom í ljós að við höfum sveitarfélag skuldbundið til að greiða stofnframlög til næstu ára. Af því hér kemur fram að það skal vera í formi lóða, í einstaka tilfellum í formi framlags. Þetta voru lóðir, hafði verið hugsað sem lóðir sem endaði svo sem framlög. Og mér langar bara að spyrja hvort að einhvers staðar sé gert ráð fyrir því að ef til kæmi að sveitarfélag yrði aftur í þeirri stöðu að keyra sig á lánum eingöngu, hvort að það sé möguleiki að falla frá eða gera samkomulag eða breyta með einhverjum hætti frá því sem búið er að samþykkja. Á sama tíma vil ég auðvitað árétta og ítreka það að svona samningur og stofnframlög eru mikilvæg en þau þurfa alltaf að vera í einhverju syngi við heildina og það framboð sem er og þá eftirspurn sem er til staðar og fjölgun íbúa og annað og þar fram til götunum. En þetta svona stakk mig, mér langaði bara að spyrja hvernig er hugsað, er gert ráð fyrir því eða er möguleiki á að semja eða falla frá eða fresta samningum sem hafa verið gerðir við félög þegar ef einhvað kæmi upp sem gerir það verkum að sveitarfélagið þyrfti að sinna eða setja framar aðra kosti. Takk.
Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilheytur. Já, svona aðeins til þess að svara þeirri fyrirspurn. Það er alltaf náttúrulega samningsatriði þegar að í rauninni einhvert mögulegur aðili eða félag óskar eftir að fá stofnframlög. Það verður það alltaf í rauninni háð samþykki sveitarfélags hvernig það er komið fram og samningsatriði milli aðila. Það getur einmitt verið í formi lóða eða framlaga, alveg svo bæjarfulltrúi Fjóla fór yfir hérna í þessari samþykkt sem var gerð árið 2022 fyrir Brynju, og vorum að klára í rauninni þann samning núna eftir áramót í bæjarráði. Það var síðasta íbúðin framlag í þá íbúð sem er verið að sem klárar í rauninni þann samning. Og þess vegna er rauninni hlut til gott að við sem komum með þessar reglur einmitt ef einhverjir aðrir biðja því það eru engir svona samningar í gangi núna hjá sveitarfélaginu, að þá sé þetta skýrar og við getum haft það í rauninni skýrar fyrir okkur til framtíðar. Samþykkjum við bara í formi lóða eða framlaga, það verður bara að vera ákvörðun auðvitað, þú veist hvers tíma eftir í hvernig svo beiðni kemur og staðan er. En í formi eins getur komið fyrir það sem við veitum framlög í leigubústaðinu hjá okkur, að það gæti verið í formi uppbyggingar en það hefur alla jafna verið í formi framlaga þar sem leigubústaðar hafa þá verið að kaupa íbúð eða og samið þar alveg við einhvern aðila kaupa á tilbúinu eða þessu í byggingu. Þannig að já, það er möguleiki á því að við getum samið þannig þetta atriði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem að vilja tjá sig þetta fyrsta mál, reglur stofnframlög? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég lagði þessa tillögu fram að við settum okkur reglur í kringum stofnframlögin. Við erum auðvitað búin að vera að veita stofnframlög síðan að nýju lögin voru samþykkt frá Alþingi og þessar breytingar urðu á því þessu umhverfi sem unnið er eftir í tengslum við uppbyggingu á, eins og þetta heitir núna, almennum íbúðum, og við höfum verið að veita stofnframlög fram til þessa. Við höfum svona síðastliðin ár, þá höfum verið veitt stofnframlög til uppbyggingar á íbúðum til fatlaðs fólks. Við höfum veitt stofnframlög til Brynju leigufélags sem hefur verið að kaupa hérna jafnt og þétt íbúðir sem er bara gríðarlega mikilvægt, og svo veittum við hérna fyrir nokkrum árum síðan stofnframlög til allt heitir það nú B, nú er þetta dottið úr mér, það er Brynja og Bjarg, einmitt. Nei, ekki þeirra, við hefum ekki veitt til þeirra, heldur hérna ég var búin að tala um Brynju leigufélag, búin að tala um Brynju Bjarg, sem er húsnæðisfélag verkalýðsfélagana, og við veittum stofnframlög þá til byggingar 28 íbúða. Þannig að við höfum veitt svolítið að stofnframlögum, en það skiptir auðvitað máli. Öll stóru sveitarfélögin sem eru að veita stofnframlög, þau eru með regluverk í kringum þetta, og það skiptir máli að við séum með það sé alveg skýrt hver ramminn er, af því að við vitum auðvitað aldrei, nú erum við orðin það stórt sveitarfélag og það er það mikil ásókn í uppbyggingu hérna, að þá skiptir gríðarlegu máli að við höfum ramma í kringum hvernig þetta er gert og unnið, og náttúrulega líka út frá bara hvað áætlanir við erum að gera í okkar fjárhagsáætlun, því að þetta eru fjármunir, þetta kostar okkur, það er misjafnt hvort við höfum verið að hér áður fyrir voru veittar lóðir, en nú höfum við til dæmis ekki alltaf átt lóðir, þannig að við höfum þurft að setja bein fjárframlög í þetta, þar sem að keyptar hafa verið íbúðir bara hér og þar af uppbyggjendum. Þannig að ég ætla bara að fagna því að við séum komin með þessar reglur, og það sem að stefnan, það er svona auðveldar að setja stefnuna og vísa í einhverja festu þegar að vera að sækja stofnframlög.
En síðan það náttúrulega þetta með að það sett inn þarna klásúla fyrir næstu 3 árum að áherslan verði á uppbyggingu í leigubústöðum sveitarfélagsins, leigubústöðum Árborgar og það gott og blessað og en við þurfum að spýta í lóana þar af því þar hafa verið seldar nokkrar íbúðir á síðastliðnum árum og löngu kominn tími á að kaupa nýjar. Þannig að en bara fagna því að við séum komið með þessar reglur. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og skættir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Ég er rauninni bara sammála öllu því sem að bæjarfulltrúi Arna kom inn á hérna áðan, en í rauninni var ég að spyrja að öðru varðandi reglurnar. Ég get ekki séð í reglunum enga síður. Reglurnar eru mjög góðar og mikilvægar og skiptir miklu máli utan umgjörðina. Það sem mér finnst mikilvægt að hafa í reglunum samt einhvert ákvæði fyrir sveitarfélagið að það geti með einhverjum hætti, þetta fyrir inn í fjárhagsáætlun, en þetta oft samningar til langs tíma og þeir verða oft hagkvæmari og þannig var það síðast og það þetta gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagið geti haft einhverja klásúlu það að það geti, ef til þess kemur að sveitafélagið lendir aftur í gríðarlegum fjárhagsvanda, sett einhvers konar pásu eða átt einhvert samkomulag eða samskipti við verktaka. Mér finnst bæjarstjóri Bragi ekki svara því beint, ég get ekki séð það sé í reglunum, kannski það ekki viðeigandi, kannski snúa þessar reglur eingöngu að þeim verktökum sem koma að svona verkefnum, en mér finnst bara mjög mikilvægt að við hugsum líka hag sveitafélagsins. Við séum ekki að binda sveitafélagið þannig að það sé engin möguleiki fyrir sveitafélagið að hafa eitthvað með það að segja. Ef eitthvað út að ber sem við erum ekki að vinna með öllu jafna en að fengin reynslu væri það ágætt. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá höfum við hér í allnokkrum ræðum farið yfir og skipst á skoðunum reglur stofnframlög, sem var fyrsta mál á dagskrá þessa 68. fundar bæjarstjórnar Árborgar. Ekki hafa fleiri kveðið sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessum reglum stofnframlög samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að máli nr. 2, fyrirkomulag hverfisráð Árborgar. Tillaga frá 155. fundi bæjarráðs frá 8. janúar síðastliðinn liður 6. Fyrirkomulag á hverfisráðum Árborgar. Uppfærð drög að breyttum reglum fyrirkomulag hverfisráð Árborgar ásamt minnisblaði frá bæjarstjóra og bæjarritara dagsett 29. desember síðastliðinn. Bæjarráð samþykki fyrir sitt leyti drög að reglum fyrirkomulag hverfisráða í sveitarfélaginu Árborg og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta mál og fyrstur við beðum orðið Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, það mál nr. 2, það samþykkt hverfisráð í Árborg. Svona til þess að fyrir rifja forsöguna kannski að málinu þá voru hverfisráð Árborgar tekin til endurskoðunar af ráðgjafafyrirtækinu RR Ráðgjöf árinu 2021 og skiluðu skýrslu þá haustið. Svo sem ekki var unnin eitt endanlegt úr henni þá veturinn en í upphafi kjörtímabils 2022 þegar hefði í rauninni átt að skipa aftur í hverfisráðin út frá þá gildandi reglum var það ákvörðun núverandi meirihluta bæjarstjórnar að gera það ekki í hagræðingarskyni þegar við varum í endurskoðun þáverandi eða núverandi notum við rétt orð að skipa ekki í hverfisráðin heldur frekar hafa opna fundi og það væri þá í hagræðingarskyni á meðan við værum í þessari endurskoðun og í þeirri vegferð. Núna í haust var farið í það að endurskoða þessar samþykktir
með þá til hliðsjónar þeirri ráðgjöf sem RR-ráðgjöf hefði lagt fram á sínum tíma og breytingum sem hefði mögulega bara orðið það í samfélaginu, reynslu frá öðrum sveitafélögum og öðru og úr varð þessi samþykkt sem er búin að fara nú tvisvar fyrir bæjarráð. Helstu breytingar sem koma þar frá í rauninni gildandi samþykkt er að við leggjum til að hverfisvæðin verði 3 í sveitafélaginu og þar er lendi fyrir þá Eyrarbakka, Stokkseyri og síðan gamla Sandvíkur. Það verði ekki í rauninni skipað í hverfisvæð á Selfossi en fyrir þessa 3 byggðakjarna sem er þá kallaði hverfi. Að öðru leyti er hlutverk hverfisvæðanna mjög í takti við það sem áður hefur verið. Það er skerpt á einstaka liðum, sérstaklega með bara til dæmis umsagnir, heimildir þess til að gera umsagnir aðal- og deiliskipulög og annað sem varðar hverfið og hveti í rauninni bara íbúa og aðra áhuga sem ætla að kynna sér í rauninni reglurnar, en einnig að það sé í rauninni skipaðir 3 fulltrúar í hvert hverfisráð en ekki 5 eins og var hér áður og kjörtímabili verði í rauninni 2 ár og nefndarmennirnir eða fulltrúarnir sem verði skipaðir í hverfisráð séu skipaðir á aðalfundi í hverju hverfi fyrir sig. Þannig að það er ekki í rauninni bæjarstjórn sem er að velja eða hvernig sem er kallað eftir í hverfisráðið, heldur er óskað eftir tilnefningum á aðalfundi í hverjum byggðakjarna fyrir sig og þar fá íbúarnir að kjósa sér sitt hverfisráð sína fulltrúa og síðan skipa bæjarstjórn fulltrúa úr bæjarstjórn til að vera með, þannig að fullskipa hverfisráð væru 5 einstaklingar, 3 kosnir á aðalfundi og síðan 2 úr bæjarstjórn, þannig að tengingin milli sé sterk. En já, og tímabili séu 2 ár, þannig að það og síðan svona aðeins praktíska atriði ef einhver flytur úr hverfinu eða úr sveitafélaginu þá komi að varamarinn svona þessi hefðbundnu atriði. Að öðru leyti eru nokkuð svona hefðbundin ákvæði inn í samþykktunum, en þetta eru svona helstu breytingarnar. Bara í rauninni fagnaðarefni að við getum lagt þetta fram og klárað þetta mál því að það hefur ekki verið bara skipað á þessu kjörtímabili og af þeim ástæðum sem eru raknar hérna undan og vonandi er síðan hægt að halda bara aðalfund fljótlega þannig að sé hægt að skipa þá til næstu 2 ára og koma hverfisráðunum í gang aftur. Takk fyrir. Og fyrirgefið, kannski rétt til loka, það er auðvitað mjög mikilvægt í þessu því að það eru greiðslur sem eru þarna inni sem voru semst áður fyrir að það sé gert ráð fyrir og það er gert ráð fyrir semst í fjárhagsáætlun ársins 2006 að það sé hægt að greiða fyrir semst við setu í hverfisráðunum í takt við þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá hefur Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi álista, óskað eftir að fá taka til máls. Takk fyrir þetta, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og íbúar Árborgar. Það er mér sérstök ánægja að standa hér í dag. Fyrir okkur í áhrifum Árborg hefur þetta alltaf verið skýrt að við viljum færa valdið nær fólkinu. Í aðdraganda kosninga lofum við því að efla raddir íbúa í okkar stóra og fjölbreytta sveitarfélagi. Með því að þetta var eitt af kosningalofurunum hjá okkur að endurvekja hverfisráðin. Með því að samþykkja þessar nýju reglur hverfisráð erum við að standa við það loforð. Þetta er ekki bara stjórnsýslubreyting, þetta er hugarfarsbreyting. Við erum að tryggja að íbúar á Eyrarbakka, Stokkseyri og Sandvíkurhreppi hafi formlegan og sterkan vettvang til að láta heyra í sér. Hvers vegna skiptir þetta máli? Skiptir máli að því þarna kemur beint umboð frá fólkinu. Við fórum þá leið að láta kjósa í ráðinu og aðalfundunum í hverfinu sjálfum. Það tryggir að umboð fulltrúanna kemur beint frá nágrannanum en ekki með skipinu ofan á bæjarstjórn. Þetta skiptir máli að því að þetta gefur skilvirkni og endurnýjun. Við ákváðum að hafa kjörtímabilið 2 ár. Þetta heldur okkur á tánum, þetta tryggir alltaf kraft í starfið. Þarna líka settur hámarkstími í ráðunum til að tryggja að nýtt fólk komi nýjar hugmyndir fái pláss. Og þetta snýst raunveruleg áhrif, þetta er ekki bara spjallklúbar. Hverfisráðin munu hafa ríkan umsagnarrétt deiliskipulagið og stærri framkvæmdir í sínu nánasta umhverfi. Við erum að nýta dýrmæta þekkingu íbúanna í sínu nánasta umhverfi þarna. Þannig að við erum stolt af því að klára þessa vinnu núna áramótin. Og hægt sé að skipa ráðin sem fyrst. En það snýst gegnsæi, það snýst lýðræði og umfram allt. Það snýst að gera gott samfélag ennþá betra með því að hlusta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta.
Axel, þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og skættir að fá að taka til máls. Við erum að ræða mál nr. 2, sem eru hverfisráð. Árborg. Takk fyrir herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilhefendur. Byrja því að óska öllum gleðilegs nýs árs. Þakka fyrir gamla. Við erum hér í öðru máli, hverfaráð. Samþykkt fyrir hverfaráð. Það er ýmislegt gott sem að er í þessum reglum sem nú að vera að leggja til við skipan hverfaráða. En ég er samt með nokkrar athugasemdir sem að ég held að við ættum að ræða. Í fyrsta lagi þá er í annarri grein, þá nýt ég frekar illa við fyrsta punktinn, helsta verkefni hverfaráðs er hagsmunagæsla hverfisins gagnvart sveitarfélaginu. Þetta finnst mér svolítið vera að gefa það í skyn að sveitarfélagin þurfi að hverfin sem að hverfaráðin starfa fyrir þurfi að vera að passa sig á því að sveitarfélagið sé ekki að brjóta á þeim. Það er náttúrulega algjörlega í skjön við það sem við erum kosin til að gera, því við erum náttúrulega kosin til þess að gæta hagsmuna allra íbúa sveitarfélagsins sami í hvaða hverfi þeir eru. Og eins finnst mér vanta endurskoðunar ákvæði í reglurnar. Það er ekkert endurskoðunar ákvæði. Og í þriðja lagi þá finnst mér ekki ljóst hver boðar þennan aðalfund og hvert formið á honum er. Síðan set ég ákveðin spurningamerki við það að fella niður hverfaráð fyrir Selfoss. Mér finnst aðeins verið að segja með því að fella það niður að bæjarstjórnin sé fyrir Selfyssinga og hverfaráðin sé fyrir þá hina, Eyrarbakka, Stokkseyri og Sandvík. Auðvitað er það ekki þannig. En ég velti bara fyrir mér hvort að það sé ekki eðlilegt að það sé hverfaráð starfandi fyrir Selfoss líka. Því að auðvitað, samkvæmt verksviði og markmiðum hverfaráða, þá eru í raun og veru öll þau verkefni sem talar upp í reglunum, þau eiga alveg svo sannarlega við hverfaráð sem að væri starfandi á Selfossi. Ég svona veltaði fyrir mig hvort að ég geri það tillögu minni að við frestum þessu máli fram á næsta fund og tökum vinnufund þar sem að við förum aðeins betur í gegnum þessar reglur og slípum þetta og eins leiðum þá kannski til lykta þessa ákvörðun eða allavega eins og reglur standa núna að fella niður hverfaráð fyrir Selfoss sem ég er alls ekkert viss um að sé rétt að gera og það geta alveg verið það. Ég bara, eins og sé, mér finnst kannski að við þurfum að taka aðeins dýpra samtal þetta heldur en kannski hefur átt sér stað í bæjarráði þó ég sé ekki að setja út á bæjarráð og segja það sem það hefur farið fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Og við erum eins og hér hefur framkomið að ræða hverfisráð Árborgar sem hafa verið 4 en er hér nýjar tillögur að hafa þau 3. Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, gleðilegt ár. Ég ætlaði að byrja á því að fagna því að það sé verið að endurvekja hverfisráðin. Það er í rauninni eitthvað sem er óskaplega skemmtilegu vettvangur að starfa í. Ég hef nú sjálfur starfað í hverfaráði á Eyrarbakka og því miður og þá var ég frá að hverfa vegna anna og ég gæti ekki orðið mætt á fundi. En engu að síður að þá er þetta náttúrulega góður vettvangur til þess að í rauninni fjalla þau málefni sem að fólki stendur nærri. Og
ég var í rauninni kannski náði ekki alveg utan hugsununa jafnvel og Sigurjón varðandi það að fella niður Selfossi hverfisráðið. Og ástæðan var nú sú að það sem manni var kynnt að það var verið það var svo slök mæting og lítið framboð á kandidatum á fulltrúum til þess að taka þátt að fundur félli niður og það varð í rauninni óstarf, bara ekki starfandi. Og það finnst mér í rauninni mjög skrítið. Og það eitthvað sem að kannski þegar maður byrjar að hugsa meira það, að það finnist ekki í 12.000 manna byggð, að það finnist ekki 3-4 einstaklingar til þess að starfa í hverfisráði. Og miðað við til dæmis það sem á eftir að koma í málefnum skátasvæðisins, að þar virðist bara hafa verið bara fullt erindi hverfisráðs hér á Selfossi til þess að koma á framfæri þeim ábendingum sem að komu þó fram í skriflegu formi frá íbúum nærliggjandi svæðis í Lógrima. Þannig að ég í rauninni tek undir það að ég held að það sé engin ástæða til þess að fella niður þetta hverfisráð hér á Selfossi og hvet kannski okkur til þess að endurskoða það. Ég þess vegna tek undir þessa tillögu með Sigurjóni að fresta þessu. Ég held að sé ágætt að eftir að þessar ábendingar eru komnar að vinna þetta bara betur. Það liggur í sjálfu sér ekkert á. Þetta er ekkert gríðarlega aðkallandi en einhvers síður að fresta þessu viku, vinna þetta hans betur og koma svo fram með þetta aftur eftir umræður í bæjarráði, þá held ég að það væri bara skynsamlegt. Aðeins varðandi skipunartímann, ég er mér hrifinn af því að það sé 2 ár og ég held að bara gott að fá í rauninni nýja aðila inn eða allavega að nýjir aðilar eigi möguleika á því að koma inn á 2 ára fresti. Og það bara held ég að sé bara mjög þarft að hafa líka lok skipunartíma, að þetta sé ekki lengur en til 6 ára, það er að segja 3 tímabil. Og svo líka er ágætt að árétta það að sem að benti á óheppilegt orðalag. Ég held að nú enginn gengið það til að líta þannig á að við séum einhvern veginn starfandi í óþökk íbúana. Þetta er eiginlega hálf kómískt en ég held að það sé bara á þeirri ástæðu held ég sé full ástæðu til þess að fresta þessu og samþykja þetta ekki svona nema samþykja það með fyrirvara það eingöngu. Ég held að það væri best á því að fresta þessu. En hverfisráðin í rauninni mjög góður vettvangur og skemmtilegur og getur veitt bara bæjarfulltrúum og embættismönnum bara aukna innsýn inn í þau störf sem að þau eru að sinna og gott að fá aukna vídd inn í þetta. Það er nú bara eins og bæjarfulltrúar sem koma neðan á Strönd, þeir veita ákveðna vídd inn í sveitarstjórnina og það er bara vel tekið yfirleitt, ekki alltaf kannski en yfirleitt. Takk. Takk fyrir þetta. Arnar Freyr, þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, mér langar að byrja á því að bara óska sveitarfélaginu til hamingju með þennan áfanga að vera komin á hans stað fjárhagslega, að geta stigið þetta skref, að bæta þar af leiðandi við í rauninni þessu kostnaðarlið sem mér sýnist þó reyndi að vera með nýju sveitarstjórnarfólki gömlu sameinuðu hreppana. Ég sakna þess að sjá ekki hver heildarkostnaður þessara nefnda er, kannski svona á blaði. Við erum að tala um 3 fulltrúa með þá formanni eða eins og ég skilda pluss 12 á hvert formann og svona þar fram til göttunum. Ég hefði viljað sjá bara heildarkostnað. Kom aldrei til greina að hefja þessa vinnu í kannski sjálfboðavinnu. En ég er sammála bæjarfulltrúum sem hafa talað hérna að mínu viti þá finnst mér aðgreiningin
og mikil þegar við erum að vinna að því að sameina sveitarfélagið frekar en að svona kannski búta það niður. Og ég sagði frekar fyrir mér að við myndum stokka upp og fólk væri í hverfisráðum þvert á sveitarfélagið. Ég ætla að vera svo djörf að segja það að mér finnst að við að taka að sjálfsögðu, Selfoss inn. Ég væri alveg til að setja í hverfisráði í Stokkseyri eða eitthvað starf annars staðar. Ég held að væri bara til þess að hrista upp í okkur, fá svona víðari sýn á málin og ekki smekla rörsýn. En ég bara fagna þessu. Sannarlega vill horfa á þetta með Selfoss meðtalið. Hefði viljað sjá þessu kostnaðargreiningu. Mér finnst bara alltaf mjög mikilvægt að tökum saman kostnaðinn við allt sem við erum að stofna til viðbótar og það er rosalega mikilvægt að raddirnar hjá þeim minni sveitarfélögum sem sameinuðust inn í Árborg með Selfoss heyrist. Það er mjög mikilvægt. Ég tel að það heyrist ágætlega hér í bæjarstjórn. Stundum bara á mikið. Þannig að grín, að við erum hér með allavega gott vægi strandarinnar, er það ekki? Ég myndi allavega leggja til að við horfum á þetta aðeins, myndum rýna þetta aðeins betur, orðalag og annað. Þetta er auðvitað til þess fallið til þess að gefa fleirum kost á því og fleiri röddum kost á því að heyrast. Ég vil sjá kostnaðargreiningu og Selfoss inn í þetta og legg til að við skoðum það hvort fólk sé ekki tilbúið til þess að setja þvert á hverfi. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Og það eru auðvitað íhugunarefni varðandi Selfoss sem slíkt, hvort að það væri þá ekki rétt að skipta því upp í nokkur hverfi. En ég ætlaði ekki að taka til máls. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, þá óska eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar tilhendur, sammála svo sem forseta. Það geti sótt að vera í hverfisráði austur Selfoss. En nei, ég segi svona. Já, bara góður umræða, það búið góður umræða líka þetta í bæjarráði. Við erum allan búin að taka þetta 2 svar eða ekki 3 svar til fyrir og það var þingpúsa og það er alveg rétt hjá Sigurjóni, Pétur sjá augu en auga. Ég er eins og Arnar, ég seti í hverfisráði áður og satt í hverfisráði hér á Selfossi á mig minnir 2016 til 17. Ég get alveg svona bæði tekið undir eða skil bæði rök að hafa bæði hverfisráð á Selfossi og ekki. Ég tel hins vegar ef það þyrfti að vera hverfisráð á Selfossi þá þyrfti að vera fleiri en eitt. Þetta er mjög stórt og yfirþyrmandi svæði sem er að sjá og það er bara mismunandi áherslu líka á milli hverfa. Veit ekki hvernig við ættum að skipta þið samt upp, hvort við værum að skipta eins og við tala oft Austurbæinn og Vesturbæinn, hvort að það sé rétt skilgreining á skiptingu á þeim byggðakjarna veit ég ekki, en ættum kannski að skoða það nánar. Fagna líka, ég held að sé flott að hafa þetta frekar 3 fulltrúar en 5 fulltrúar, að séu bara færri og sterkari fulltrúar þá með meiri vægi og að þessi aðalfundir verða haldnir og að það sé líka hægt að nýta þessa aðalfundi bara til að fara yfir, þá geta allir íbúarnir komið saman og fara yfir hvað hefur verið að gerast undanfarin ár í sínu hverfi og þess háttar. En varðandi frestunartillöguna þá eins og ég segi þá var búið að ræða þetta nokkrum sinnum í bæjarráði og þessinum en bara vel hægt að fresta þessu þótt að öll sjónarhorn hafi ekki komið til skila og bara að gera að við hittumst og tölum þótt að sé svona segjum ekki eins og sé að smala köttum að koma allir í bæjarstjórninni fyrir á fundi en við finnum okkur fundartíma og förum bara yfir þetta mál seinna að ég bara styð frestunartillöguna heils hugar. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista og óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, við erum hérna að ræða nýjar reglur fyrir hverfisráðin og sko fyrir það fyrsta þá
finnst mér náttúrulega sorglegt og það er auðvitað bara algjört sleifarlag sem hefur verið hérna í meirihlutanum varðandi hverfisráðin. Það voru auðvitað starfandi hér hverfisráð á síðasta kjörtímabili og það er svona örlítið hjákátlegt að hlusta á orð fulltrúa álista hérna sem að hann talaði að þetta hafi verið kosningalofvörð álistans. Þetta voru þetta líka kosningalofvörð D-listans þar sem að tala sérstaklega að efla hverfisráðin. Það er búið að taka allt kjörtímabilið. Við erum að klára kjörtímabilið og það er fyrst núna að koma eitthvað hverfisráðin. Og talandi eitthvað að það hefði ekki verið hægt hérna í sparnaðarskyni hérna að því að það var allt á heljarþröm að þá kostaði nú kostnaður sem hverfisráðum ekki að brota launahækkun formanns bæjarráðs og ég bendi á það aftur og enn. En ég fagnaði að við séum byrjað að ræða þetta aftur og ég vil meina að hverfisráð eru í rauninni vannýtt auðlind sem að við höfum. Það eru fullt af ofboðslega flottu fólki sem ber þarna úti í samfélaginu okkar sem ber hagsmuni nærsamfélagsins fyrir brjósti og hefur oft bara hugmyndir að ýmsum betrum bótum sem að jafnvel geta sparað okkur peninga til framtíðar. Og þetta er bara eins og sé, þetta er vannýtt auðlind að vera með gott fólk sem að hefur ástríðu fyrir nærsamfélaginu sínu og það er sérstaklega mikilvægt. Það er sérstaklega mikilvægt af því að nú er nýkomin splungun í umfangsmikil rannsókn ánægju íbúa með þjónustu sveitarfélaganna og það kom nú bara út vísindagrein þessa rannsókn rétt fyrir jól og þar kemur skýrt fram að ánægja íbúa sveitarfélaganna hún vex í jöfnu hlutfalli við að sveitarfélagin fari upp í 20.000 íbúa. Og þannig að við erum einmitt þar að við erum ekki komin upp í 20.000 íbúa þannig að við hefum mikil sóknarfæri í að vera þarna meðal þeirra sveitarfélaga sem að ánægja íbúa getur verið að vaxa með því að við erum að stækka af því að það er bara fleira í boði. Það er fleiri möguleikar á að veita fleiri hópum þjónustu. En á sama tíma kemur út úr þessari rannsókn sem er ofboðslega áhugavert fyrir okkur hérna og eitthvað sem við ættum sannarlega að taka til okkar. Að það er gríðarleg áskorun að það er að segja að ánægja íbúa í fjölkjarnasveitarfélögum. Það er miklu meiri óánægja hjá íbúum í þéttbýliskjörnum sem hafa verið sameinuð öðrum. Og þetta er bara staðreynd og þetta er bara áskorun sem við stöndum frammi fyrir og við þurfum að nýta okkur allar bjargir sem að við höfum til þess að hlusta á þennan hóp og heyra raddir þeirra og mæta þeirra áskorunum og beinum og óskum að bæta samfélagið. Það er að vísu líka áskorun samkvæmt þessari rannsókn sem kemur nú inn á eftir að það er of mikil fjölgun, það eykur óánægju, of mikil fjölgun á of skömmum tíma, það eykur óánægju íbúa líka. En allavega það kemur skýrt fram hana sem að tengist málinu sem við erum að tala núna, það eru sameinuð sveitarfélög, sameinuð fjölkjarnasveitarfélög, það er mikil áskorun að ná upp ánægju íbúa þeirra sem búa í kjörnunum sem að voru sameinuð stærri kjarna. Og þess vegna þurfum við að leggja sérstaka áherslu á hverfaráðin í okkar sveitarfélagi. Ég er sammála þessum svona athugasemdum sem komið fram áðan með það sem hefur komið fram fyrir að við þurfum að bæta því inn og laga það. Það er náttúrulega ekki gott ef að það sé eins og íbúar sé ykkur hagsmunagæslu gagnvart okkur, ég meina það er bara hagsmunagæsla fyrir nærsamfélagið eins og það leggur sig. En þetta er bara
ofboðslega mikilvægt og það má ekki gerast að þetta sé bara látið liggja einhvern veginn, látið reka á reiðanum eins og hefur verið á þessu kjörtímabili. Þetta er bara hefur versta mál og það hafa ýmis mál komið hérna upp sem að við hefum svo sannarlega þurft á að halda, að fá raddir. Þeirra sem bæði þekkja söguna, þeirra sem að þekkja bara upphaf mála, sem að hver er skýringin á ýmsum hlutum. Þannig að því að við getum aldrei vita allt, það er bara alveg kýrskýrt við sem erum 11 hér, jafnvel þó sé einhverjir af svæðinu. En allavega bara, ég vona að þetta samtal okkar hér og að þessar tillögur betrumbætur á reglunum verði til þess að þetta verði enn betur gert. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá erum við búin að reifa hér málið fyrirkomulag á hverfisráðum Árborgar og það hafa komið hér ýmis sjónarmið fram og það er nokkuð ljóst að það er allavega miðað við í það minnsta mitt mat eftir þá umræðu að það gæti verið hagfellt fyrir framtíð hverfisráðanna að betrumbæta mögulega einhverjum þeim tillögum sem hingað hafa komið upp og í þeim umræðum sem hér hafa farið fram. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, kom hér áðan með svona hálft í hvoru tillögum það hvort hann ætti að fresta því eða ekki. Það var ekki alveg skarpt kveðið orði en nú er það orðið alveg skýrt já. En eins og forseti skildi það en gott og vel. Það liggur hér fyrir tillaga að fresta málinu og taka það til afgreiðslu á næsta fundi bæjarstjórnar Árborgar í byrjun febrúar og ég ætla þá að bera þá tillögu upp hér við fundinn. Þeir sem eru samþykkt því að fresta málinu og fara betur yfir það á þessum 2 vikum sem að framundan eru, fram að næsta bæjarstjórnarfundi, þeir sem eru því samþykkt vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 3 á dagskrá þessa fundar, 68. fundar bæjarstjórnar Árborgar. Það er skátafélagið Fossbúar. Þetta er tillaga frá 55. fundi skipulagsnefndar frá 14. janúar síðastliðinn liður 3. Skátafélagið Fossbúar, deiliskipulag félags- og útivistarsvæðis. Lögð er fram tillaga að lokinni kynningu og auglýsingu í samræmi við 40. og 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010, nýtt deiliskipulag sem tekur til hluta opins svæðis OP1. Í deiliskipulaginu felst afmörkun útivistarsvæðis sem skátafélagið Fossbúar munu hafa til afnota. Innan tillögunnar er afmarkað svæði þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu húsnæðis sem hýsir skátastarf í sveitarfélaginu Árborg auk þess sem afmarkað er útivistarsvæði sem nýtist jafnt sem opið svæði fyrir almenning og starfsemi skátafélagsins. Markmið tillögunnar er meðal annars að nýta þá innviði sem svæði hefur upp á að bjóða eins og bílastæði og gönguleiðir. Nýta þann gróður sem fyrir er og efla hann til muna með gróðursetningu nýrra plantna. Koma fyrir svæði sem nýtast má skólabörnum yfir veturinn til leikja og fræðslu, koma fyrir litlum opnum húsum sem hýsa grillaðstöðu og fyrir útikennslu barna, auk þess sem gert er ráð fyrir góðri tengingu við önnur opin svæði í næsta nágrenni. Tillagan var sérstaklega kynnt nágrönnum á áhrifasvæði tillögunnar frá 25. september 2025 til og með 17. október 2025. Þá var tillagan auglýst í dagskráni lögbirtingablaði frá 13.11. til 2.1. á þessu ári, auk þess að vera aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar. Umsagnir bárust frá Brunavörnum Árnessýslum,
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Vegagerðinni og Minjastofnun. Athugasemdir bárust frá 2 aðilum. Samantekt skipulagsfulltrúa er varðar athugasemdir og viðbrögð er lögð fram við afgreiðslu málsins. Að mati skipulagsnefndar Árborgar er athugasemdum svarað með fullnægjandi hætti innan samantektar skipulagsfulltrúa á athugasemdum og andsvörum sem lögð eru fram við afgreiðslu tillögunnar. Gerðar eru tillögur að ákveðnum viðbrögðum við athugasemdum með upphæslu á tillögunni. Í því felst að innan greinagerðar verði með ítarlegri hætti fjallað og metið hugsanlegan fjölda notenda innan svæðis með tilliti til áætlaðrar notkunar. Út frá því mati verði metið hvort ástæða sé til fækkunar bílastæða innan svæðisins og að þeim snúið til að minnka áhrif bílljósa á aðliggjandi byggð. Jarðvegsmön verði felld út úr skipulagsáætlun og í stað hennar verði gert ráð fyrir lágvöxnum þéttvaxta gróðri á beltinu sem skilur skipulagssvæði frá íbúðasvæðinu, þar sem áður var gert ráð fyrir mön. Bætt verði við nánari umfjöllun aðliggjandi hverfi innan greinagerðar deiliskipulagsins og skilgreind verði áætluð staðsetning sorpskýlis á uppdrætti skipulagsins. Með fyrirvara framlagðar úrbætur á skipulagstillögunni mælir skipulagsnefnd til þess við bæjarstjórn að tillagan taki gildi með birtingu í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeim sem athugasemdir gerðu við skipulagi verði tilkynnt niðurstaða sveitarfélagsins eftir gildistöku tillögunnar. Svo voru þau orð og þetta er svona aðdraganda þessu máli hér deiliskipulag fyrir félags- og útivistarsvæði skátafélagsins Fossbúa og það er þá eðli málsins samkvæmt rétt að opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, við erum búin að fá þetta mál nokkur sem til okkar og gott fyrirkomulag tel ég í þeim málum sem við erum búin að vinna núna undanfarna ára þegar það verið sett í svona svokallaða forkynningu fyrir kynnt á innan þar sem verið fengin viðbrögð aðila og svo aftur í rauninni gegnum hefðbundna auglýsingaferli og þarna komu bæði góðar umsögnir og í rauninni athugasemdir eða ábendingar frá íbúum í nærliggjandi hverfi sem nefndin hefur tekið til greina og lagt til ákveðnar breytingar sem við samþykkjum þá með þeim fyrirvara. Að öðru leyti bara mjög spennandi uppbygging sem við átti stað á þessum reit og flott svæði sem geta orðið til þó þetta verði náttúrulega eðli málsins samkvæmt ekki allt til í einu. Það mun byggjast upp á einhverjum tíma í takti við bæði hvað setti mikið fjármagn í það og hvað í samstarfi við skátana sem verða á þessu svæði en mun einnig nýtast bara öllum íbúum sem skemmtilegt útivistarsvæði. Þannig að bara spennandi tækifæri á þessu svæði til framtíðar og bara vel tekið saman hjá skipulagsfulltrúa þau viðbrögð sem þarf að bregðast við og góðar ábendingar. En leggjum að öðru leyti bara til svona þau viðbrögð sem væri þá með niðurstöðu bæjarstjórnar að samþykki tillögu að nýju deiliskipulagi sem tekur til hluta opinbersvæðis OP1 með fyrirvara uppfærslu gagna í takti við framlagða samantekt skipulagsfulltrúa vegna athugasemda og viðbragða við þeim. Og mælist bæjarstjórn til þess að skipulagsfulltrúi verði þá falið að ljúka málinu og tillagan taki gildi með birtingu í B-deild stjórnartíðinda í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þannig að bæjarstjórn gerir þá niðurstöðurar og samþykktina að sinni niður afgreiðslu og þá farið þetta rétta leið í ferlinu í framhaldinu. Þannig að bara spennandi að við séum að klára þetta og vonandi getur svo uppbygging hafist sem er eðli málsins samkvæmt. Taka svo einhvern tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Við erum að ræða skátafélagi Fossbúa og deiliskipulag fyrir félags- og útivistarsvæði þeirra. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem hyggjast taka til máls þetta mál. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að taka til máls.
Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er í rauninni ágætlega unnið mál og svona margt merkilegt í sjálfu sér, sko. Sérstaklega ábendingar frá aðliggjandi lóðum eða aðliggjandi nágrönnum þeim sem að kunna búa við nálægt þessu nýja svæði. Og að lesa yfir ábendingarnar var náttúrulega í sjálfu sér mjög upplýsandi það hvernig litið er á þetta og það er í rauninni allt önnur upplifun við það sem kom hér frá bæjarstjóra. Auðvitað líta þeir svo á eða sumir allavega að það sé verið í rauninni að skapa einhvers konar ástand sem kann að verða sko hálfgerð ólukka fyrir þá sem að búa þarna nálægt. Og það á í rauninni bara tíminn eftir að leiða í ljós. Ég fæ ekki annað síðan að þetta verði samþykkt. Þetta er náttúrulega gríðarlega vel unnið af skipulagsfulltrúa og ábendingu, það brugðist við öllum ábendingum og svörin eru ítarleg og fín. En og ekkert við það að athuga í sjálfu sér. Ég er samt sem áður hnaut þarna eitt atriði sem að varðar sko misnotkun á svæðinu. Það er að segja að einhverjir aðilar kunni að nýta sér þetta svæði til þess að sleppa við að fara og tjalda og bara tjalda þarna eða í rauninni bara fara á húsbíl og leggja og nýta aðstæðuna til þess að grilla og gera vel við sig. Það eru þetta á ekki mál, en það er erfitt við að eiga samt sem áður. Með þessum rökum að þá er í rauninni ekkert þetta að gera við nein opin svæði vegna þess að þá eiga það hættu á því að verða misnotuð. En auðvitað er þetta eitthvað sem að hægt væri í rauninni að segja, að setja skilti við og vara við því að þetta er ekki notkun til einkanota heldur þetta félagssvæði og auðvitað fara krakkar í nágrönnunni inn á svæðið og leika sér þarna. Það er náttúrulega bara hið besta mál og í rauninni er svæði grænt vegna þess að það var hugsað fyrir slíka notkun. En það að þetta hafi ekki verið auglýst eða haldin opin íbúðafundi fyrir aðliggjandi hús, það er kannski eitthvað sem að hefði mátt skoða í aðdragandanum en skipulagsfulltrúi kemur samt sem maður inn á það að þeim hafi verið það í lófalagið að koma á ábendingum á framfæri eftir auglýsingar í blöðum og annað, þannig að það er auðvitað erfitt við að eiga en þetta er alltaf viðkvæm mál og ég sjálfur sér ef að rétt reynist og áhyggjurnar hjá íbúunum raungerast að þá er auðvitað vísað bæjarstjórnina og hún ber ábyrgð á þessu og það er nú bara þannig. En þetta er samt sem auðvitað allt saman viðkvæmt og ég svona verð að segja eins og að mér fannst ábendingarnar góðar og það er gott að skjalfesta þessar áhyggjur sem að menn hafa af því að hvernig þetta kemur til með að rýra gæði aðliggjandi húsa. En engu að síður er skipulagsvaldið auðvitað hjá sveitarfélaginu og eins og ég segi þá finnst mér þetta hafa verið unnið vel og í rauninni mjög gott að fá þessar ábendingar frá íbúunum líka en það var líka brugðist við þeim ábendingum og það skýrðar þeim svarað og rök lögðu fram gengt þeim rökum sem íbúar komum fram, þannig að það var bara hitt besta mál. En fyrir mitt litið auðvitað hlakka ég til að sjá að skátarnir fái nú varanlegt heimili og geti stundað sín áhugamál þar eins vel eins og þeim er einum lagið. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá er Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi Álist að óska eftir að fá að taka til máls. Við jafnvel taka lagið. Takk fyrir þetta. Ég ætla að fá að koma fram þar sem ég sit í skipulagsnefnd sveitarfélagsins og er búin að vera að horfa á þetta mál mjög lengi og er búin að vera mjög spenntur fyrir því að þetta mál
fari af stað. Það sem ég hef eiginlega meiri áhyggjur af svo Arnar að taka þarna fram, að þetta hefur greinilega farið fram hjá íbúum. Ég hef orðið meiri áhyggjur af því hvernig á að nálgast íbúa. Þarna þessi tillaga sérstaklega kynnt nágrönnunum á áhrifasvæði tillögunnar frá 25. september til 17. október. Þetta var allt í gegnum Ísland.is. Svo þessi tillaga auglýst í dagskránni, svo í lögbirtingablaðinu og var aðgengilegt á heimasíðunni. Þannig ég hef orðið miklu meira áhyggjur af því að maður veltir aðeins fyrir sér hvernig best að ná í fólk. En ég stend á því að það eru mörg mál sem fá mjög góða auglýsingu. Þetta hér mál fékk mjög góða auglýsingu til íbúa og ég velti alveg upp og fagnaði öllum tillögum að hvað hefði mátt betur fara. En hér mál sem ég vil meina að hafi fengið mjög góða kynningu og verið reynt að nálgast alla íbúa á áhrifasvæði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Axel, þá Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég fékk góða kynningu á þessari tillögu frá skipulagsfulltrúa ásamt fleirum bæjarfulltrúum í gær og ég fæ ekki betur séð en að þetta sé í góðu lagi. Það stóð til að þetta svæði var eitt af þeim svæðum sem kom hugsanlega til greina þéttingu byggðar þegar skýrsla slíkt á runni hér fyrir 5-6 árum. Þegar maður skoðar þversnið af svæðinu þá sést að það einu 40 metrar í íbúðarhúsin frá þessu fyrirhugaða húsnæði skátanna og tré á milli. Ég hef í sjálfu sér ekki miklar áhyggjur af því að það verði ónæði af starfsemi skátanna því að þeir hafa nú verið þarna á glaðheimalóðinni til fjölda ára og eftir því sem ég ber sig þá hefur aldrei verið kvartað undan því og sú lóðin liggur að lóðum aðliggjandi húsa, þannig að ég á ekki vona öðru en að þeir verði til fyrirmyndar eins og alltaf. Hins vegar það gott og gagnlegt fyrir alla að þeir íbúar sem hafa athugasemdir sendi þær inn og þær eru þá til og skjalfestar og ef illa fer þá er hægt að vísa í þær ef til þess kemur að þurfi að grípa til einhverja aðgerða eða ef hugsanlega einhver bótaréttur skapast. En mér finnst tillagan góð og ég sé enga ástæðu til annars en að við samþykkjum hana og leyfum skátunum að hefja uppbyggingu á framtíðarsvæði félagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Það hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum lið. Máli nr. 3 deiliskipulag fyrir Fossbúa, félags- og útivistarsvæði, en forseti veit nú ekki hvort hann vanhæfur að kjósa þetta, en hann fyrrum skáti, einu sinni skáti ávallt skáti, en ég ætla að taka áhættun af því og ég ber þetta upp til atkvæða þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 4. liður á dagskrá húsnæðisáætlun 2026. Húsnæðisáætlun fyrir sveitarfélagið Árborg 2026 tekur áfram mið af 2 meginþáttum sem hafa áhrif á áætlunina. Annar sá þáttur snýr að hraðri og mikilli uppbyggingu síðustu ár þar sem hækkun mannfjölda er 4% að jafnaði. Tekið tilliti þess í áætlun fyrir árið 2026 að margar íbúðir eru í byggingu.
Frá undanfarin ár hefur aðeins dregið úr byggingarhraða vegna utanaðkomandi áhrifa svo sem vaxtastigs og hækkunar á verði aðfanga. Hinn þátturinn sem hefur áhrif á áætlunina er eftirspurn eftir orku. Sveitarfélagið hefur verið í góðu samstarfi við framkvæmdaaðila um markmið uppbyggingar og gert áætlanir í takti við orkuöflun. Staðan er góð fyrir næstu árin en mikilvægt er að horfa til frekari orkuöflunar ásamt uppbyggingu annarra innviða til að mæta auknum íbúafjölda. Í ljósi framangreinds gerir háspá ráð fyrir 6% íbúafjölgun, miðspá 4% og lágspá 2% fyrir árið 2026. Reikna má með að raunin verði miðspá miðað við ofangreindar forsendur. Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu Árborg eru nú rúmlega 12.900 manns. Ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista og óskættur að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilnefnendur. Já, við erum komin hérna með loka útgáfu af húsnæðisáætlun sem fengum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun endanlega yfirleysi fyrir í dag og var komið inn fyrir alla bæjarfulltrúa. Góðar áætlanir sem var byrjað að gera þetta fyrir nokkrum árum síðan og kannski þannig að það sé sagt engin stórkostleg breyting á áætlun Sveitarfélags Árborgar milli ára, upphærsla á tölum og flest öll markmið og annað ganga í takti við það sem hefur verið. Íbúafjölgun hefur verið í kringum miðspá undanfarin ár og það voru engar forsendubbreytingar eins og staðan er kannski í dag við það, en við vitum að það eru ýmsar blikur í lofti sem geta farið til beggja vona hvernig staðan er bara í efnahagsástandinu og verðbólguspá, vextir og annað, þetta getur allt haft áhrif. Þannig að við þurfum að vera meðvituð það hvort að þetta þurfum að endurskoða einhverju tímamóti ef það hefur einhver veruleg áhrif. En öðru leyti verið að horfa náttúrulega til, eins og ég segi, þessara þriggja þátta, lágspá, miðspá eða háspá. Þar alveg endur svona fyrir hlutina að það er búið að uppfæra svona mannfjöldaspár og fjölda íbúða í takti við það. Og svona helsta breytingin sem verður hjá okkur, hún tengist náttúrulega örlítið umræðu sem við vorum hérna í kringu stofnframlögin, að það eru viðbætur svona það sem við erum að sjá í aukningu í þá kaupum fyrir leigubústaði Árborgar, þar sem við erum að bæta í félagslegt leiguhúsnæði. Og það er alltaf að reyna að bæta í á næstu árum í takti við þá umræðu og það mun vonandi allt ganga eftir. Að öðru leyti eru svona flest öll í rauninni eins og sérstaklega í formi lóða og uppbygginga, sem það sé sagt. Það er náttúrulega búið að uppfæra aðeins tölur út frá því hvað hefur raungerst á þessu ári og eftir samtöl við framkvæmdaaðila og verktaka hvað er á dögum næst, hefur eitthvað frestast, eitthvað breyst eða stöðu skipulags og þar alveg þetta er búið að hreyfa kannski eitthvað til milli ára og það er reynt að vinna í samvinnu allra aðila. Það er ekki breytingar á námsmannaíbúðum, við höfum nú fjallað það hérna og þarna er verið að tala um heimavistir um FSU, en við þurfum sannarlega að berjast fyrir því, þessi bæjarstjórn eins og annað, að það verði hafin uppbygging á nýri heimavist fyrir það, svona ég tengi það eins inn í þetta mál, þannig að það geti mögulega fjölgað rýmum eða allavega betrumbætt. Svona örlít síðan eru uppfærslur aðeins neðar bara svona í takti við þjónustu þörfina út frá grunnskóla, leikskóla og einmitt framhaldsskóla. Það eru náttúrulega einsinn og svo stöðu hjúkrunarrýma. Þar er staðan í rauninni eins en það hefur breyst úthlutunar þau líka. Núna er ekki þetta er staða sem heyrir undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands sem eru þetta ríkið. Núna eru fallir úr gildi rauninni sérsamningu sem var hjúkrunarrými þar sem Landspítalinn hafði svona forgöngu að koma sínum getum við sagt skjólstæðingu bara, þannig að þetta sé nú allra inn í rauninni og sá samningur er liðinn, en núna hefur úthlutun breyst þannig að hún næri yfir allt land. Þannig að það er ekki bara íbúar á þessu svæði sem gætu fengið hérna, þeir gætu komið annar stað frá og það er auðvitað eitthvað sem við sem sveitarstjórnarmenn á þessu svæði þurfum að berjast fyrir okkar að íbúar okkar svæði fái náttúrulega hjúkrunarrými þess þurfa, en þar af leiðandi er ekki fjölgun núna, en eitthvað sem við þurfum að eiga áfram samtal við ríkisvaldið og berjast fyrir fjölgun. Þjóðin eldist og það vantar hjúkrunarrými, en þar af leiðandi er ekki sett inn viðbót í þessa áætlun, því við höfum ekki upplýsingar meira á þessu stíl. Annars er svona, flest allir
þannig test og þess að ég segi, þetta er gott plagg, þetta gefur okkur okkur yfirsýn, þetta er líka rosalega gott fyrir sveitafélagið og embættismannakerfið að menn er að fara yfir þessa hluti reglulega. Þannig að það er verið að vinna ítarlega í skipulaginu, það er samtal við framkvæmdaaðila, það sem mikið er í gangi, það er bara mikil uppbygging hér, þá er þetta mjög gott að þessi staða sé tekin á hverju ári til að uppfæra. Það verður meiri líkur á því að bara segja að við göngum öll í takt. Þannig að bara ánægði með þetta og þetta er góð vinna hjá embættismönnum að hafa tekið þetta allt saman og bara legg til við bæjarstjórn að við staðfestum húsnæðisáætlun fyrir 2026. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bragi Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Takk fyrir herra Hósti. Nú getur bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum að ræða þetta húsnæðisáætlunina. Ég tek undir með Braga, þetta er mjög gott, gagnlegt gagn og hjálpar mjög til við áætlanagerð og framtíðarsýn sveitarfélagsins og það er akkúrat blikur á lofti í þessari tilteknu húsnæðisáætlun. Sveitarfélagið hefur vaxið undanfarin ár nokkurn veginn í takt við miðspá sem er í kringum 4% og miðað við hana þá lítur ekki út fyrir það sé verið að byggja nægilega mikið íbúðum til að taka á móti þeirri fjölgun sem leiðir þá kannski aftur að þeirri spurningu er það hvort sem er æskilegt að vera að stækka svona hratt. Ef við til dæmis skoðum er ágætt samantekt samanburð á áætlaðri þörf og þjónustu og getu. Það er fjögur línuritt. Það sést nú ekki á hvað blaðsíðu þetta er, til þess að blaðsíðu 15, að þá sjáum við að leikskólar, þar erum við undir þjónustu þörf og þráttur að það komi inn töluvert mikið af leikskólaplássum 2027 þegar að ný viðbygging við Jötunheima verður tekin í notkun og rekstur, þá dugar það ekki til. Og núna eru samkvæmt þessari skýrslu 149 börn á biðlista og það er held ég í okkar allra huga óásættanlegt. 149 börn á biðlista eftir leikskólaplássi er allt og mikið. Við stöndum kannski hins vegar svolítið frammi fyrir því sveitarfélögin í landinu, ekki bara þetta, að leikskólastigið er gríðarlega dýrt og það er þráttur að vera skilgreint sem fyrsta skólastigið, þá njótum við ekki þess að ríkið borgi með því eins og grunnskólanum. Grunnskólarnir eru, eins og við vitum, grunnþjónusta og samkvæmt þessu sama grafi grafi þessu sömu blaðsíðu, þá sjáum við að við þurfum að vera klár með nýjan skóla síðasta lagi 2030. Því að eftir það þá erum við farin að vera með ofhlaðna skóla eins og við höfum stundum lent í og er ekki gott, hvorki fyrir nemendur en kennara. Hjúkrunarrými eru vissulega fá og við vitum það. Það er ríkið sem á að standa þeirri uppbyggingu að langmestu leyti og það er þá okkar hlutverk, sveitarstjórnarfólks, að þrýsta á þá uppbyggingu eins og við mögulega getum. Og sama með framhaldsskóla og samkvæmt þessari húsnæðisáætlun þá er það sama upp á teiningnum með framhaldsskóla pláss og grunnskóla að 2030 þá erum við komið yfirsettin framhaldsskóla líka. Þannig eru tvö mjög stór hagsmunamál fyrir sveitarfélagið og okkur sveitarstjórnarfólk sem að þarf að fara að berjast fyrir ekki seinna en í gær. Því að framhaldsskóli verður ekki hristur fram úr erminni eða viðbyggingi eða hvernig sem það verður gert á 1-2 árum. Þetta er margar ára prósess eins og við vitum. Og ég hvet okkur öll til þess að fara að vinna ötullega í þeim málum. Enda er uppbygging
menntunar á svæðinu lykilatriði fyrir aukinni velmegun og farsæld. En eins og ég segi, þessi húsnæðisáætlun, hún bara mjög góð og gott gagn til að leiðbeina sér og við vitum allavega hvað við höfum að gera á næstunni ef við svona tökum eitthvað mið af því sem þar kemur fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, og skættur að fá að taka til máls. Já, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er í rauninni ágætis samantekt og ég svona velti því fyrir mér hvort að það sé þannig að þetta sé eingöngu samantekið og lagt fram af hendi embættismanna. Hvort að hér komi engar pólitískar áherslur eða hvort að meirihlutin hafi engin áhrif á þessa húsnæðisáætlun. Mér finnst nú ekki rétt af því að þetta lagt þannig fram fyrir okkur að ræða þetta á þessum grundvelli og mér nú meinilla við það að fara að koma upp í pontu og þusa yfir einhverju sem að embættismennirnir hafa gert eftir bestu vitund og annað en ég, ef að það er rétt, nú þá á bara í rauninni mín gagnrýni ekki við. En ég las nú samt sem áður í lóðir á skipulag á blaðsíðu 16 held ég að sé og þar segir markmið sveitarfélagsins í lóðamál. Og það heldur áfram að fjölbreytt lóðaúrval sé til staðar sem annar eftirspurn en á næstu árum verði sérstaklega horft til uppbyggingar sérbýla. Að íbúabyggð sé í góðum tengslu við atvinnu, þjónustu, útivistarsvæði og náttúru. Leita skal við að þétta byggð og byggja upp á auðum lóðum. Gott og vel, þetta er bara allt sem hefur komið fram og að verða að reyna að vinna eftir þessu, að verða að reyna að þétta byggðina með því að nýta lóðirnar betur. Og síðan segir taflan hér að neðan sýnir áætlun sveitarfélagsins fyrir skipulag lóða og lóðasvæða og stöðu þeirra skipulagsferlinu. Einnig má sjá hvort lóð eða lóðasvæði sé byggingarhæf. Hvenær sveitarfélagið stefnir á að hefja úthlutun á tiltekin lóðasvæði og hversu margar íbúðir eru áætlaðar í úthlutuðum lóðum fram til ársins 2035. Nú, ok. Hér erum við með áætlun sveitarfélagsins og er þetta áætlun embættismanna eða er þetta áætlun embættismanna og meirihlutans? Ég kom ekkert að þessar vinnu, ég bara man ekki eftir að hafa verið boðað á fund. Og eftir sem áður, ég held að ég hafi gagnrýnt allan tíman sem ég hef setið hér í bæjarstjórn, að þá sjáum við að áform sveitarfélagsins uppbyggingu niður á Strönd og Eyrarbakka og Stokkseyri er í algjöru lágmarki. Nú er kvartað við því að þetta séu í rauninni einingar eða að þessi þorp séu þannig rekstri einingar að það sé mjög erfitt að halda þar úti í þjónustu og ber þá oft á góma okkar að þurfa að ræða leikskóla og barnaskólann. Það þurfi nú að fara að finna einhverja nýja lausnir á þessum blessuðu börnum sem að búa þarna niðri við Strönd. Og helst væri náttúrulega bara að koma með Selfoss. En það þráast við þetta fólk sem býr niður á Strönd og vill nú ekki loka skólanum, heldur hafa það opna og það er nú bara til trafala. En við ætlum að bæta úr og á Eyrarbakka þá ætlar sveitarfélagið samkvæmt þessari áætlun að byggja upp 7 ný hús á 26 eða úthlutað lóðum 27, 8, síðan kemur það 2029, þá þarf nú að fækka eitthvað þá þurfum við að fara niður í 5. Og á sama tíma þá er verið að byggja, þá er verið áætlað að það verði 150 nýju íbúðir í 29 bara í Vesturbænum í fjölbýli. Og ég veit ekki hvernig menn ætla að laga rekstrarvanda þetta niður í Strönd ef þeir ætla að fara að úthluta 3 og 5 lóðum ef þetta eru áform meirihlutar. Og
til þess að ræða þetta frekar þá ætlum ég nú bara að leggja fram spurningu og vil fá bara svar frá bara bæjarstjóra hvort að þetta sé raunverulega áætlun meirihlutans. Ég þarf bara að fá að vita það áður en geng lengra í því að gagnrýna þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, það voru 3 á mælendaskrá og næstur hefur beðið orðið Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista. Já, forseti, við erum að ræða húsnæðisáætlun sem er frá HMS. Mér langar að koma eins inn og kannski fá að svara Sigrúni fyrst. Alveg sammála, þetta er varðandi fjölgunina. 4% fjölgun, það gefur augaleið að 4% í hausumtali, þá fjölgar þetta alltaf fleiri aðilum á hverju ári. Þannig að 4% í dag verða ekki að vera fleiri hausar á eftir ár og svo koll og kolli. Ég held þurfum aðeins að fara að horfa á að við getum rauninni bara fjölgað okkur íbúum í sveitarfélaginu ekki akkurat prósentulega sé heldur per íbúa. Það er alveg þessi mikla fólksfjölgun sem hefur átt sér stað að fjölga eins og einn sagði fjölgum eiginlega Þorlákshöfn á einu kjörtímabili, það er náttúrulega alveg galið. En svona er þetta. En varðandi leikskólamálin þá er ég nú ekki alveg viss. Finnst þetta skrítin tala sem kemur upp með biðlistana. Ég held að hún sé nú ekki alveg rétt hvort þetta sé jafnvel biðlisti bara frá börnum sem eru fædd og bíða þá eftir leikskóla og hafa skráð sig strax á. Kann ekki vera að það séu 150 börn á biðlista en það eru svona 150 held ég samt í árgangi að meðaltali hjá okkur í sveitarfélaginu. Gæti ég trúað, hefur samt alveg farið upp í 200 að meðaltali í árgangi. En þetta er alveg rétt, við erum að fjölga leikskólaplássum og það gefur líka augaleið upp ef við erum að fjölga þessi prósent sem við verðum að tala og það hefur henni fjölgað meira af leikskólabörnum í sveitarfélaginu en íbúum. Það hefur verið 6,5% fjölgun núna seinustu 2 ár á leikskólabörnum meðan það hefur 4-4,5% á íbúum. Og það þýðir að sveitarfélagi hefur þurft að fjölga 2 leikskóladeildir alltaf 2 leikskóladeildir á ári til að viðhalda því þjónustustigi sem er í boði sveitarfélaginu í dag. Sem þýðir að á 3 ára fresti þarf sveitarfélagið að vera klárt með leikskóla. Ef þessi fólksfjölgun heldur áfram þá innan nokkra ára þá þurfti sveitarfélagið að vera klárt með 3 leikskóladeildir á hverju ári eða hálfan leikskóla á hverju ári til að viðhalda þjónustustiginu. Og þess vegna held ég að prósentulega séð er þessi fjölgun orðin alltaf mikil en þessi fjölgun sem hefur átt sér stað kannski hausalega séð er alltaf læg. En það er að stækka leikskólan í Jötunheima úr 6 deildum í 12 deildir og er hann fyrsti leikskólinn sem verður 12 deilda leikskóli undir einu þaki. Síðan þurfum náttúrulega að pæla hvar koma næstu leikskólar og þetta er öll vinna sem er í gangi. Og ég er alveg sammála varðandi hjúkrunarrýmin, það sem hefur komið fram og Heimaðist fjölbrautaskóla Suðurlands og það er nú kannski heppilegt að núna er komin ráðherra í ríkisstjórninni sem er með báða þessa málaflokka undir sér að bæði með hjúkrunarheimilin og líka með heimavistina og menntamálin og það væri kannski tilvægilega að bjóða henni bara heimsóknin í eina skóflustungu að byrja, en það er alveg rétt, það er gríðarlegu tími frá ríkinu sem fer í að byggja upp sína innviði. Þegar farið var á staði að byggja Hamar verknámshúsið á sínum tíma þá pressuðu sveitarfélögin grimt á upphafssvæðum FSU, sem þetta alveg austur í Skaftárfellssýslu, að fara að byggja upp verknámshús. Frá að þau byrjuðu þá liðu 9 ár þangað til að búið var að byggja verknámshúsið og það tók held ég að minnir 7 ár frá að ríkið ákvaða að byrja að setja færi þarfagreiningu, færi hönnun þá til að húsnæði klárt. Það segir okkur ef við myndum byrja að pressa núna þá er þetta hús fyrsta lagi klárt 33, jafnvel 34. Þetta er alveg tíminn er svo dýrmætt fyrir okkur og það er, og talað ef við ætlum að vaxa um 4-6% og nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurlands, það er 65% nemenda eru íbúar í sveitarfélaginu Árborg. Að
og talandi nú ekki hjúkrunarheimilin, þá er í rauninni ekki kannski búið að fjölga beint hjúkrunarrými af því Móberg er byggt á móti því að það eru lokuð 2 önnur hjúkrunarrými á sama tíma í sýslunni. Að þetta er klárlega eitthvað sem við þurfum að bara rýna og við þurfum að halda öll áfram að pressa á ríkið. En eins og segi, þessi fjölgun, við þurfum kannski að fara að horfa á þetta fjölgun hausa en ekki fjölgun í prósentum til lengri tíma. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Egil. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, búin að biðja orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilrændur. Ég verða aðeins að lýsa yfir vonbrigðum með að þessi skýrsla kom ekki inn fyrir í dag. Ég var svona þess að monitora það, hefði viljað hafa tíma til þess að rýna hana betur. Það er gríðarlega mikilvægt plagg, bæði fyrir okkur sem kjörna fulltrúa og fyrir starfsfólkið og aðra sem hafa þetta bara gaman og svona samantekt og tölfræði. Mér finnst þetta mjög áhugaverð lesning, ég svona gluggaði í það aðeins þegar ég bara var mætt hérna á fundinn. Mér finnst kannski áhugaverðast að ekki gert ráð fyrir uppbyggingu í öllum þeim hverfum sem fjárfest hefur verið í með lognum og fleiru og jafnvel tekin frá Orka lág til hliðar sem hefur kannski jafnvel hamlað öðrum hverfum. Mér finnst það óásættanlegt. Mig langar líka að benda á það að hér er verið að tala um að það hefur dregið úr byggingarhraða vegna utanaðkomandi áhrifa, svo sem vaxtastigs, hækkunar á aðfangum og fleiri utanaðkomandi þáttum. Það má heldur ekki gleyma því að við höfum hækkað gríðarlega kostnað okkar, sveitarfélagsins. Þannig að hann hefur auðvitað mikið að segja líka og maður sér það að það er mikil samkeppni. Það var að tala hér um Þorlákshöfn áðan. Bæjarfulltrúi Sveinn Egil benti á að þar er gríðarleg uppbygging og svo sem allstaðar hér á Suðurlandinu og við verðum auðvitað líka að passa okkur á því að fara ekki verða eins og Reykjavíkurborg Suðurlandsins, að við hrekjum og ítum öllum annað, þó að það sé kannski gott fyrir litlu sveitarfélögin allt kring. Ég veit það ekki. En mér langar bara að koma þeim punkti að 4% þýðir 516 íbúar sem eru auðvitað gríðarlegur fjöldi og eins og staðan er núna þá er að koma hingað mikið fjölskyldufólk og mikið fjölskyldufólk frá ákveðnu sveitarfélagi einu og þetta hefur hentað okkur mjög vel þetta kjörtímabil að vera með hana mikla vöxt, vera með stekkjaskóla tilbúin og verið þessum fjárhagsvanda að vera að ná að sækja auka tekjur með auka álagi og alls konar, en auðvitað er það eins og komið hér fram hjá öllum bæjarfulltrúum ekki kannski það sem við viljum sjá til framtíðar. Þannig ég held að við séum ekkert að fara að horfa á endilega nema eitthvað gerist stórkostlegt. Við séum ekki að fara að sjá svona mikla fjölgun af því að ég held að sveitarfélögin hér allt kring séu að taka til sín sem er bara vel. Svona ef við horfum frá Hellisheiði og alveg að Hvolsvelli að þá er engin húsnæðisvandi á þessu svæði. Ég fór á mjög áhugaverða vinnustofu hjá ákveðnu ráðuneyti Reykjavík í desember þar sem kom fram að það væri húsnæðisvandi. Það er ekki húsnæðisvandi hér á Suðurlandi. Það hefur verið tekið saman að það sé 700 íbúðir lausar sem eru þá í leigu eða það bil að vera tilbúnar konar sölu þá með Þorlákshöfn, Hveragerði, Árborg og nærliggjandi sveitarfélögum, minni sveitarfélögum og það er búið að benda á það að það sé mögulega miklu meira. Þannig að það er ekki það sem við erum að eiga við og ég er alveg sammála því við þurfum auðvitað að hafa þetta í einhvers konar syngi við það sem við ráðum við og þurfum auðvitað að halda áfram í orkuöflun, þurfum að halda vel á spöðunum og hafa kjark til að rukka en hafa samt sanngirni og horfa á það þannig að það sé eins og hefur oft komið hér fram, hort á það sem áður var ákveðið, hafa kjarkinn til að sækja þanga líka tekjur. Það sé ekki alltaf bara einhverju ákveðnir aðilar undanskildir þegar kemur að heildinni. Takk.
Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista og skættir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar eru tilnefndur. Já, reynum að svona svara og útskýra svona það sem hefur komið fram, en einnig kannski spurning líka, sko, bara svona, já, til að klára þessu umræðum, þarna þegar við erum að tala um biðlistan og leikskólana, þá tekur raunin hann líka til árgangs sem er að koma inn nýr á þessu ári, og síðan náttúrulega fer annar árgangur út. Þetta gerist náttúrulega að sumri til, eða svona af sumri til og í byrjun ágúst, að þá náttúrulega fer nýr árgangur upp í grunnskóla og nýr er tekin inn í leikskóla, en auðvitað eru börn á öllum aldri, leikskólaaldri, upp að 5 ára aldri sem er að koma inn, og síðan heldur það áfram með þetta yfir ári. Ef það er pláss, þá voru til dæmis að taka 9 börn inn núna miðju vetri sem voru í forgangi, eldri börn. Þannig að það gefur kannski ekki alveg rétta mynd þegar það er svo stór, þegar við erum að taka þetta til. Einnig eru náttúrulega flutningar á milli leikskóla inn í þessu lista, og það eru náttúrulega börn sem eru bara að færast til, og er það gert á þessum tíma einnig yfir milli vors og haust. Já, til að svara spurningunni harðnari, meirihluti bæjarstjórnar ber ábyrgð á húsnæðisáætluninni og kemur að henni, en auðvitað er hún unnin að ekkert auðvitað, það er bara hluti af vinnu embættismanna að færa inn tölurnar og uppára, en út frá stefnu og því sem er búið samþykki í skipulögum og samningum og öðru sem það er náttúrulega ábyrgð meirihluti eða bara bæjarstjórnar allar sem eftir í hvernig menn hafa samþykkt að það er komið inn, og þannig er náttúrulega áætlunin unnin af því að það er búið að gera í rauninni hluta til í einhverjum tilfellum samninga við aðila hvernig á að byggja upp, og þá ákveðin fjölda af íbúðum eða lóðum sem menn geta byggt upp á hverju ári. Slíkar framkvæmdir geta breyst, ýmsar ástæður fyrir því, og það er það sem er reynt að taka tillit til með samtölum á hverju ári, hvað hefur mögulega hreyfst til, hvernig eru áformin, eins og ég fór yfir hérna í upphafi. Þannig að þess vegna getur þetta aðeins hreyfst til á milli ára. Einnig eru náttúrulega löndar sem sveitarfélagið sjálft úthlutar, og þar stýrum við þetta ferðinni kannski aðeins bara öðru leyti, ekki gegnum samninga, heldur hvernig við úthlutum. Bara svona því ég átta mig, því að vorum að horfa á lóðarnar, ég átta mig ekki alveg á hvað bæjarfulltrúi Fjóla Steindóra er að meina með hverfi sem er ekki gert ráð fyrir byggingum eða lóðum í, af því að þarna er tekin til hverfi sem eru samþykkt og áætlun á að taka til alls, sem við höfum upplýsingar og eða samninga uppbyggingu. Þannig að þarna áætlun er brotin upp í sérbýli, fjölbýlishús og svona rað og par, þannig að það eiga öll hverfi að vera þarna inni sem eru með samninga eða eru í samtali okkur uppbyggingu. Þannig að þarna, ég veit ekki alveg hvað er verið að vísa til þar, því að þau eiga öll að vera þarna inni, og svona hvernig menn hafa séð fyrir sér uppbygginguna á milli ára, þó að þetta geti, eins og ég sagði, auðvitað breyst á milli ára eða ef skipulög breytast eða taka lengri tími í uppbyggingu. Þannig að við erum með, tökum sér dæmi bara þarna inni, uppbyggingu í Vesturbæ, þetta er skipulag sem er ennþá í vinnslu og ekki komið hingað inn til kynningar. Þetta er stórt skipulag sem við höfum tekið hérna í skipulagssýningu, þetta getur breyst og þess vegna lengst í eða tekur lengri tíma eða koma miklar athugasemdir, þannig að verkefnin geta hreyfst til þessum. Þarna reynum við að horfa til þeirra áætlana sem við höfum og átta sig svona á myndin eins og við getum til framtíðar, en eins og ég segi, með þeim fyrirvara að bæði utanaðkomandi atriði og svo hjá einstaka aðilum, þá getur það auðvitað breyst. En já, ég vona að við höfum útskýrt það, en eins og ég bara ítreka aftur og heyra mörgum, þetta er gott plagg til að gefa sér aðeins mynd af stöðunni og hvert við erum að horfa. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Bragi. Það eru 2 á mælendaskrá. Það er Arna Ýr Gunnarsdóttir og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir. En forseti ætlar að óska eftir því að varaforseti taki við, því að forseti þarf að bregða sér á náðhús og að stöðva ekki umræðurnar meðan og halda áfram með mælendaskránum. Við erum að ræða hér húsnæðisáætlun 2026. Já, takk fyrir það, Kjartan. Heyrðu, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista hefur beðið orðið. Forseti, já, við erum hérna að ræða húsnæðisáætlun sveitarfélagsins sem að okkur ber að skila og
hafa við líði og það var auðvitað bara mikil bót þegar þessar húsnæðisáætlanir komu til fyrir nokkrum árum síðan og skipti máli að þakka þeim sem að sinna því að færa inn í þær, af því það þarf auðvitað að færa inn í þær réttar upplýsingar til þess að þær þjóni sínum tilgangi, en þetta bara mikilvægt og gott plagg og við auðvitað tökum þær fyrir árlega. En það sem ég finnst svona ég sita aðeins inni með og hugsi yfir eftir að hafa svona á þeim stutta tíma sem við höfum til þess að skoða hana, þá er það þetta með að því að við erum auðvitað, þegar við erum að gera okkar áætlanir hérna, þegar fulltrúar sveitarfélagsins er að gera áætlanir, þá er alltaf verið að horfa í þessa fjölgun og það er auðvitað eins og komið fram hérna að okkur hefur verið að fjölga rétt rúmlega miðspanna, sem sagt, sem er gríðarlega mikil fjölgun og en það segir ekki allt, af því að þó að, sem sagt, þó að okkur hafi verið að fjölga að jafnaði þessa miðspá, þá hefur íbúum í yngsta aldursflokknum fjölgað 6,6%. Og þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Þetta þýðir auðvitað að við þurfum að forgangsraða í sveitarfélaginu út frá þessum staðreyndum. Og við erum því miður ekki að standa okkur nægilega vel í uppbyggingu fyrir yngsta aldurshópinn. Við erum með allt og langan biðlista eftir leikskólaplássum. Við erum bara alls ekki að veita ungum foreldrum nægilega góða þjónustu hérna í þessu sveitarfélagi. Fólk er bara að tala það ég heyri bara mikið af því að fólk vil alltaf bara fara að flytja lögheimili sitt í nærliggjandi sveitarfélög, af því að þú færð ekki leikskólapláss fyrir en barnið er orðið hátt í 2 ára og sum börn, ef þú ert svo óheppin að eiga barn sem er fætt eftir 1. apríl, þá er barnið orðið tæplega nánast 2,5 árs þegar það kemst inn í leikskóla og þetta er ekki nógu gott. Þetta er bara óásættanlegt. Og þetta er auðvitað bara fyrir unga foreldra sem eiga 12 mánuði í fæðingarorlof. þá bara gengur þetta ekki upp og svo eru bara alls ekki allir sem fá dagmóður af því að þær eru margar að sinna góðri og mikilvægri þjónustu. Það er ekki allir sem fá dagmóður og þeir sem geta ekki byrjað hjá dagmóður 1. ágúst eða 1. september, þeir þurfa að borga dagforeldri, þeir þurfa að borga 100.000 fyrir enga þjónustu til að halda plássin. Og þetta er alveg skuggalegt, hvernig umhverfið er orðið hjá ungum barnafjölskyldum. Þannig að sko, þetta er bara þetta þjónustustig sem er það eru auðvitað frábæri leikskólar og þegar barnið er komið inn þá er þetta dásamlegt, en þetta bara er ekki nógu gott og þarna er húsnæðisáætlunin og þessi fjölgun íbúa, það þarf að rýna hana miklu betur og við þurfum líka að rýna í hvað erum að leggja fjármunum okkar, af því eins og Fjóla sagði þá er áberandi að sjá að til dæmis Árbakkalandið, þar sem hefur verið beitt miklum þrýstingi í að fjárfesta þar í innviðum, það er ekkert að fara að gerast þar fyrir 2028 og þá liggur sveitarfélagið kannski orðið með einhverja innviði sem er búið að fjárfesta í, ekki bara þar, það getur verið annars staðar líka, sem við hefðum hugsanlega þurft að nýta fyrir börnin okkar fyrst. Þannig að það er þannig að sko þetta er stíf og ströng forgangsröðun sem þarf að fara fram. Þetta er ekkert grín, þetta er flókin vinna, ég átta mig á því. En þegar við búum í svona sveitarfélagi með svona ofboðslega hraðri fólksfjölgun og þá, svo ég vitni aftur í nýju rannsóknina sem ég vitnaði hérna áðan, sem ég var að kynna mér, að það er annað sem gerir íbúa í sveitarfélagum gríðarlega óánægða með þjónustum. Það er hröð íbúafjölgun. Og það er það sem við eigum við að stríða hér, að það er flókið og mikil áskorun að viðhalda þjónustustigi þegar fjölgunin er jafn hröð og raun ber vitni. Og svo er náttúrulega staðreyndin sem við búum við og er að koma í ljós núna,
að íbúafjölgun hafa verið gríðarlega á Íslandi, allt og mikil með við önnur lönd, en það er hagvöxturinn, hann er 0 á íbúa. Þannig að það er við rammar reipa draga og þetta er bara flókið mál, en gott að fá þessu á. Takk. Já, takk fyrir þetta, Arna Ýr Gunnarsdóttir, en forseti Kjartan Björnsson tekur aftur við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Þú skal eftir að fá að taka þetta mál. Já, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þá er það orðið að hefur það verið staðfest að þetta eru áformin sem að eru uppi uppbyggingu niður á strönd. Það er nánast bara það sem að þetta er ekki einu sinni lágmark, þetta er eiginlega bara sorglegt, sko. Þannig að það er alltaf hægt að bera fyrir sig að það sé erfitt vaxtaumhverfi og það sé þetta og hitt erfitt, en þegar það kemur að því að halda út í þjónustu á einhvern svæðum þá er það náttúrulega miklu erfiðara vegna þess að það eru svo fáir, sko. Þannig að þetta ég kalla eftir því og hef kallað eftir því allt þetta kjörtímabil að það sé í rauninni gert eitthvað í því að fjölga niður á strönd. Ég lagði fram í bæjarráði tillögu það að fella niður byggingarréttargjald niður á strönd til þess að reyna að koma í rauninni smá krafti í þá uppbyggingu. Jafnframt hef ég nú lagt það fram og það var reynda bara svæft, þannig að það fór nú svona í rauninni átt að fara í einhverju umræðu, en svo var það tekið bara fyrir á vinnufundi og eftir það hefur það ekkert sést, þannig að það voru svona ákveðni klækir sem voru viðhafði það til þess að koma því út en neitaði ekki, þannig að það kemur þá bara aftur og það verður þá bara hægt að hafna því að hendi meiri hlutan núna rétt fyrir kosningar, en það var nú reyndar byggð gufa niður á Stokkseyri, þannig að það er kannski sveitarfélagið er búin að leggja sitt af mörkum í uppbyggingu niður á strönd, það var einn gufuklifi. Og en það komu 2 á móti nýir á Selfossi, sko. Þannig að það var nú alveg verið að passa upp á hlutföllin þarna. Þannig að það var svo sem vel og eiginlega hálf komist. Og þannig kallað, meirihlutinni kallaðar gufuruglaður á einhverjum gárungum, en það er nú eins og það er. Ég í rauninni verð þá bara fyrir verulegum vonbrigðum með það að þetta eru áformin að fjölga 7 á Stokkseyri, við lesum það rétt í ár, og 7 á Eyrarbakka og 5 á Stokkseyri. Og 10. Það er Björkin, held ég held að setja það á línuvel. Í Björkinni? Nei. Björk 1, 10, Eyrarbakki 7, 26. En þá er þetta þannig að þetta eru engin áform og ég hef nú sakað meirihlutanum það að vera alveg stórkostlega nærsýnn. Hann sér út Eyrarveginn en hann sér bara varla lengra. Og ég hef bent á það á síðasta ári að þá var nú staðan þannig að það varu meiri áform í uppbyggingu í Búkarabyggðinni heldur en á Eyrarbakka og Stokkseyri saman. Og þó á Eyrarbakki og Stokkseyri það eru með mikið lengri byggðasögu og eru í rauninni það er mun alvarlegra að halda úti þjónustu þar vegna þess að það er svo dýrt á hvern íbúa. Þannig að það liggur alveg í augum uppi að það þarf að gera átak niður á strönd til þess að byggja upp og koma þeim þjónustu þáttum sem að sveitarfélagið er lögbundið að halda úti og jafnframt vill halda úti eins og leikskólar í ásættanlegt horf, þar að segja rekstrarlega. Og svo í talinu það að við erum náttúrulega með gnægtin öllu á landi sem að sveitarfélagið á og það í rauninni þarf ekki að kaupa land til þess að leigja það út undir íbúabyggð, heldur bara á það hreinlega landi nú þegar.
Og það í rauninni bara ágætis ráðstöfun á eignum sveitafélagsins að koma þessu landi í vinnu og rukka því bæði öll uppbyggingargjöldin og svo sem bara fasteignagjöld. Og þetta þegar fólk flyttur inn í þessi hús að þá það nú þannig að það fer að borga útsvarið ef það fær í lögheimili sér. En það sem líka vandinn á Strönd það og sérstaklega á Eyrarbakka, ég nú farið og borið oft í hús þarna, að þetta orðið stór sumarhúsabyggð samhliða því að vera íbúðabyggð. Þannig að eldri hús sem eru smá, það bara hreinlega ekki viðvarandi búseta í þeim. Þannig að það raunverulega hálfgerð fækkun þegar á öll á botninn hvolft og það þarf að gera rasíu í því að reyna að koma þessu í betra horf. Aðeins varðandi það sem hefur verið nefnt í sambandi við leikskóla og uppbyggingu á þeim og þessa gleðilegu þróun að það fjölga börnum hraðar heldur en í öðrum aldursflokkum. Það náttúrulega gleðilegt og verður að bregðast við því en í rauninni það þannig að fjölskyldur eru farnar að taka á sig byrðarnar fyrir það að börnin að fæðast inn í sveitafélaginu og það ekki bara mæður sem að missa úr starf heldur líka foreldrar, ömmur og afar, foreldrar sem sagt barnanna sem eignast börnin Þannig að það ömmur og afar farin að taka að sér að sjá börnin og þar af leiðandi hætt í vinnu og menn geta haft alls konar skoðun við því. Það auðvitað gleðilegt fyrir mjög marga og sérstaklega fyrir þau sem að hafa efni á því að taka þessar byrðar á sig. En þetta engu að síður þannig að stórfjölskyldan að taka þessar byrðar á sig. Aðeins varðandi íbúðaþróunina, við fórum yfir þann daginn í bæjarráð og það svona ákveðin tölfræði sem haldið til haga að hve margir íbúar eru á hvert starfsmann sveitarfélagsins og þetta einhvers staðar í kringum 15 til 16, það hefur verið rokkandi jafnvel frá 12,8 ef ég man það rétt frá í byrjun kjörtímabils til svona 16 núna. Þannig að það 16 íbúar á hvert starfsmann sveitarfélagsins. Og ég tók aðeins saman hversu margir eru á bilinu 18 til 67 og það 58% af íbúum sveitarfélagsins á þessu aldursbili og þetta í besta falli ef við gefum okkur það að allir þessir íbúar séu við störf að þá þetta í kringu 7.800 mann sem að borga útsvar til þess að standa undir þeim 900 starfsmönnum sem að sveitarfélagið greiðir til eða greiðir laun. Þannig að þetta ískyggileg tala að í staðinn fyrir að það séu 15 sem að borga fyrir hvert starfsmann ef við tökum svo það 15 íbúar á hvert starfsmann þá ekki nema kannski bara 7-8 sem að greiða útsvar fyrir hvert starfsmann. Þannig að við sjáum það að þetta dæmi gengur hreinlega ekki upp heldur og við þurfum í rauninni að skoða þessi mál svolítið alvarlega. Það að segja fjölgun starfsmanna og hvernig það niður á íbúa og tala ekki ef við myndum reikna út hversu margir að greiða útsvar til sveitarfélagsins, ég veit að sú tölfræði til að þá vitum við það að það stefnir í mjög erfiða framtíð og á síðasta ári var A-sjóður rekinn með 600 milljón króna halla og það auðvitað hluta til vegna þess að það eru svo fáir sem að borga skatttekjur til sveitarfélagsins til þess að standa undir þeirri þjónustu sem að farið fram á og lögbundin Þannig að þetta þessi húsnæðisáætlun á mörgu leyti frábær og í rauninni mjög góð í sjálfu sér að hún sé samantekt á þeirri þróun sem við höfum séð undanfarin ár
En hvað varðar það að vera með áætlunina í prósentum á móti því að vera með sem sagt, íbúða töluna sjálfu, það er að segja tölustafi en ekki hlutfall. Það er auðvitað bara góðra gjalda vert og kannski ættum við allt eins að reyna að áætla okkar framtíð út frá rauntölum en ekki prósentum. En ég bend á það í fjármálafræðinni að ef þú ert með óeðlilega mikinn vöxt í framtíðar þá verður það alheiminum öllum sko. Þannig að það er kannski ágætis veganesti að horfa til þess að reyna að aðlaga þetta betur á raunveruleikanum, ekki að vera með þetta í prósentum talið. Þannig að ég tek undir það hjá Sveini Egi en gagnrýni metnaleysi niður við strönd. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá hefur verið lokað fyrir mælendaskrá. Það eru 2 hér á mælendaskrá núna. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar að segja að bara húsnæðisáætlunin er vel sett fram og gott fyrir okkur að fá þetta í hendurnar. Það sem að ég hef hins vegar áhyggjur af er hvort að innviðirnir okkar haldi í við þessa uppbyggingu. Við sjáum alveg strax bara mikla pressu á leikskóla, hjúkrunarrýmum og félagslegu húsnæði og það kemur líka fram bara í tölunum að þessi staða mun bara fara vaxandi með hverju ári. Ef ekkert breytist þá mun þetta svona að mínu mati smá saman færast yfir á líka bara fleiri innviði eins og grunnskólan okkar og aðra grunnþjónustu. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við séum með einhverja skýra sýn eða einhver áætlun hvernig þjónustan á að byggjast upp samhliða íbúðunum. Þannig að við lendum nú ekki í því að þessi vöxtur fara að koma niður á bara daglegri þjónustu og lífsgæðum íbúðun okkar. Og mér langar svona lokum líka bara að taka undir það sem að bæjarfulltrúi Arnar ræddi hérna áðan varðandi unga fólki okkar. Við getum gert svo miklu betur þar og ef að tölurnar eru réttar varðandi biðlistan á leikskóla þá þurfum við klárlega að fara að skoða það eitthvað frekar og ég veit alveg að það er biðlisti og þetta er ekki ásættanlegt en hvort að þetta sé réttar tölur veit ég ekki og við þetta vil ég bæta líka að það er ekki bara unga fólkin okkar sem er að fjölga hérna í sveitarfélaginu heldur líka eldra fólki því eldra fólki er að bara lifa lengur og er bara mun hressara en hérna áður fyrr þannig að bara mikilvægt að við gleymum þeim ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, síðastur á mælendaskrá undir þessu 4. máli og dagskrá fundarins. Takk fyrir það, forseti. Já, vonandi húsnæðisáætlunina bara tek heilsögur undir með þér, Ellý, það sem þú sagðir. Mér langar að koma inn á kannski það sem Arnar kom inn á, varðandi uppbygginguna. Þetta er það að einkaaðilar hafa svolítið stjórnað uppbyggingunni í sveitarfélaginu og ef við horfum akkurat á þetta og þú varst nú að bera saman þessi hverfi sem við erum að byggja upp hérna allt sveitarfélag þá er sveitarfélagið rauninni já, við erum með uppbyggingu á Stórsvegi Eyrarbakka og við erum með uppbyggingu í Björk 1. Annað er rauninni á hag einkaaðila ef ég sé rétt allana en auðvitað stjórnum við þessu með skipulega og tengingum. Í Björkinni eru sýnst mér áætlaðar 20 íbúðir uppbyggingu að langar bara að koma þá sveitarfélagið er ekki með margar lóðir, jú við erum með lausa lóðir í öllum byggðakjörnum eins og staðan er í dag og þær eru fleiri hér á Selfossi, sérstaklega einbýlishúsalóðir núna þar sem fór ekki út í seinasta pakka út af bara held ég fjármálsstöðuna en það er eftirspurnin er alls þar til að byggja upp í sveitarfélaginu og auðvitað eiga að skipuleggja en sveitarfélag á líka ekki mikið land í raun eftir hér upp í Selfoss, það er allt land sveitarfélagsins er við Eyrarbakka og við Stókseyri að til lengri tíma séð þá hefur náttúrulega byggju upp ennþá meiri kraft og er sammálaður í því. Varðandi leikskólafjöldan og uppbyggingu innviða og mér langar ekki að segja bara varðandi prósentufjölgun og hausalega séð
Ég held að sveitafélag svona æskilast væri fyrir okkur að fjölga kannski svona 300 til 500 íbúa á ári, ekki alltaf 4%. Það var eiginlega það sem ég var meira að segja. Við getum ekki verið að fara að fjölga hérna 600, svo 650, svo 700 á hverju ári og alltaf hækka meira og meira. En leikskólaplássin þau hafa hækkað á þessu kjörtímabili 100 tæp og eru núna í dag 680, voru árið 2021 584, þetta er rúm 100 pláss sem hefur fjölgað á þessum árum og eins og segi við þurfum að fjölga 2 leikskóladeildir að meðaltali á ári og það er kannski bara viss forréttindi að það er meiri frjósemi í sveitafélaginu og það er að fjölga hérna börnum, en það er líka alveg erfitt að áætla akkurat þessa fjölgun og ég viðurkenni eins og Arna kom inn á, hún kemur aðeins aftan á okkur. Það er erfitt að áætla hversu mörg börn fæðist hérna í sveitafélaginu eftir 2 ár sem dæmi, en það er það sem við erum að gefa okkur. Það er búið að vera tæplega 3 ára eða 1,5 árs undirbúningur við hönnun á Jötunheimum og það er fyrir sig að hann verður klár eftir 1,5 ára. Það er 3 ár sem við erum að gefa okkur í þá undirbúningsvinnu og skipulagið var unnið samhliða. Þetta sýnir að við þurfum að halda vel á spöðunum og fara að undirbúa strax næsta leikskóla, en innviðirnir okkar eiga að ráða við þessa uppbyggingu, en við verðum að passa okkur og fara hóflega og ég held að sé líka alveg ljóst að við höfum ekki kannski geta stækkað út af þessum fjárhagsvanda bara með að taka hérna á móti íbúum, heldur þurftum að ráðast í þessar aðgerðir sem við réðumst í til þess að styrkja innviði okkar og geta vaxið og stutt við þá akkurat mikilvægu þjónustu sem við viljum standa við íbúana og fyrir unga fólkið og erum til dæmis að fjölga og bæta í varðandi Celsius félagsmiðstöðina hjá okkur á þessu ári og erum akkurat með planum hvernig við viljum stækka og bæta þjónustu við ungt fólk. Takk hérlega. Takk fyrir þetta Sveinn. Við erum hér í 4. máli á dagskrá fundarins, erum búin að taka fjölmargar ræður og fara yfir mörg sjónarmið í 10 ræðum. Forseti ætlar að gera undantekningu frá fyrir orðum sínum og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi álista, fær hér örstutt orðið. Takk fyrir þetta forseti og ég ætla að vera nokkuð snöggur og skilvirkur, en ég sjálfur tengi alveg við að því ég ætla að fá að tala um leikskólamálið þarna. Ég sjálfur eignaðist barn í apríl 23 og mitt yngsta barn, hún er orðin 2,5 árs þegar hún kemst inn á leikskóla. Þannig að ég tengi alveg mjög persónulega við þetta sem bæjarfulltrúi Arna Ýr var að tala minna áðan. Þess vegna hefur maður verið að leggja svo mikla áherslu og þunga á uppbygginguna á áframhaldandi leikskólum. Ég ætla bara að benda á það eins og það er búið fram með komið að Jötunheimar þeir eru að fara af stað. Það eru uppi núna væringar með færanlega leikskólastofurnar líka. Svo vildi ég líka minna á að það er annar leikskóli sem ætti þá að fara af stað núna í Jórvíkurstykkinu þegar það fer af stað, sem gæti þá verið áætlun 2028-2030. Þannig að ég ætli bara að flagga, það er á leiðinni en það tekur tíma og ég persónulega þekki mjög vel hversu erfitt og mikið púsl þetta tímabili er. Sérstaklega ef maður er ekki með dagforeldri. Takk fyrir þetta. Takk fyrir Axel. Þá ætlum við að bera upp húsnæðisáætlun 2026 til atkvæða hér á þessum bæjarstjórnarfundi. Þeir sem eru henni samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru henni andvíg, það er samþykkt með 1 atkvæði B-lista, 6 atkvæðum D-lista, 1 atkvæði A-lista og 2 atkvæðum S-lista og Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista greiðir atkvæði gegn húsnæðisáætluninni. Þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins. Það eru fundargerðir hér 3 til umræðu. Það er skipulagsnefnd 54. fundur haldinn 10. desember síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 7. lið á dagskrá. Það er bæjarráð 154. fundur haldinn 18. desember á síðast ári. Einhverju sem vilja tjá sig. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað eftir að fá að tjá sig.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem hér undir bæjarráði þar sem að ég er ekki aðilega bæjarráði og er þar leynd alltaf að lesa gögnin þar þegar þau koma hér fyrir. Mér finnst mér langaði að koma undir milliuppgjör og fjárhagstölu lagt fram milliuppgjör út október og útskýringar á frávikum og ég var að lesa þetta að því að við vorum að tala um náttúrulega fjölgun og íbúafjölgun og þar fram til götunum að þá fyrsta sem kemur þarna upp eru skatttekjur og jákvæð frávik og þegar ég rúllaði í gegnum þetta þá þá er svo margt þarna sem að maður vildi náttúrulega gera öðruvísi en leið að koma tekjur inn sem er jákvætt og langaði að vekja athygli á því að þarna inn í þessu og þessum gögnum er hægt að skoða svolítið niður á deildir hvernig mál eru að þróast. Sjálf kemst ég nú aldrei inn á þetta stjórnendamælaborð, hvernig næ aldrei að fylgjast með þessu, þannig að mér er mjög áhugavert og gott að fá þetta hér og geta þá svona leggst aðeins yfir það að og þannig í lokin hver er staða aðhluta en þar er halli upp á 919 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir halli upp á 683,4 milljónir. Þannig ég ætlaði bara að koma inn upp og þakka fyrir þetta, mér finnst gott að geta farið yfir þessar tölur og þannig að maður sé inn í málum og geti fylgst vel með. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindór. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð bæjarráðs 154. fundar? Ef svo er ekki, þá förum við í Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, náði hér í orðið á 12. stundu. Forseti, ég kem hér upp undir hvað var þetta? Það eru þarna liður, það er í gegnum svo margar smelli, það eru liður 4 og 5 í fundargerð bæjarráðs. Það eru annars vegar fengum við í bæjarráð skýrslu til umfjöllunar sem var lögð fram og þar sem að skýrsla frá tveimur miklu skólafólki, Ingvari Sigurgeirssyni og Lilju M. Jónsdóttur, þar sem að þau voru að fara yfir þróun teymiskennslu og í rauninni bara stöðu á ýmsu varðandi innra starf í barnaskólum á Eyrarbakka og Stokkseyri. Þetta var mjög góð skýrsla og góð yfirferð varðandi stöðun á teymiskennslunni og stöðunni á svona faglegu starfi inn í skólanum. Mikilvæg samantekt og mikilvæg skýrsla og síðan var þarna líka fórum við yfir minnisblað frá skólastjóra barnaskólans og Eyrarbakka og Stokkseyri varðandi húsnæðismálin. Og það skiptir miklu máli að það verði unnið áfram með þessi 2 mál að festu af bæjaryfirvöldum og við tölum um það á fundinum í bæjarráði að við ætlum sem allra fyrst að funda með skólayfirvöldum og fara í heimsókn í skólann. Ég vona að sú heimsókn sé á dagskránni bara helst í næstu viku af því að þetta er brýnt mál sem verður að fara í strax og að leiða þessa vinnu áfram og þannig að ég ætla bara að vekja athygli á þessu máli í fundargerðinni og vonast til að við hittum skólayfirvöld og þá sem eru í fórsvari fyrir bæði skýrsluna og eins minnisblaðið sem við fengum. Þannig að takk.
Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Og við höfum að klára hér umræður bæjarráð 154. fund og förum þá í 7. lið og þann síðasta á dagskrá þessa fundar. 155. fundur bæjarráðs haldinn 8. janúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-listar og betur að fá að tjá sig. Forseti, bæjarfulltrúar tilherendur. Já, ég kem hér undir bæjarráði og langaði bara að fara yfir upplýsingar á mannauðsdeildinni og bara þakka fyrir að þetta sé verið að taka þetta og draga þetta fram. Þetta alltaf áhugavert, það hefur náttúrulega verið töluvert í umræðinni, bara veikindakostnaður og meðist áhugavert að geta skoðað og séð hver stöðugildin eru og hver fjöldi, hver starfsmannafjöldin er og geta borið saman 2023, 2024, 2025 og heildarkostnað og veikindakostnað og hlutfall veikinda af heildarkostnaði. Af því þetta hefur náttúrulega verið mjög mikið í umræðinu líka bara svona hjá ríkinu, sá ég, og svona heilt yfir. Þá er þetta mjög mikilvægt og af því Arnar var líka að tala starfsmanna fjölda per íbúa og þú veist að þá er bara íbúafjöldi hér á hvert stöðugildi tekið fram í þessari töflu og hvort að það hefur verið að hvort að það hefur verið að fjölga eða fækka eða hvernig það er. Þannig að sums staðar er fjölgunin að vinna sannlega með okkur en ég er bara ánægð með að geta séð hvernig þessi þróun er að eiga sér stað og hvort að sé að bæti eða fækka eða fjölga eða aukast veikinda hlutfall eða ekki, því þetta er líka bara mikilvægt fyrir mannauðsdeildina til þess að geta haft og tekið saman og þá brugðist við ef þarf. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem að vilja Fjóla Steindóra? Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu 7. lið? Bæjarráð 150. fundur haldinn 8. janúar síðastliðinn. Ef svo er ekki, þá er dagskrá þessa fundar tæmd og komið að fundarlokum. Þá bregður svo við að fundarhamarinn er komin í orlof, en forseti segir fundi slitið.